Góða kvöldið, góðir áhorfendur, ljósleiðaradeildin heilsar. Við erum að byrja 7. umferð, ég og Jón stöndum vaktina hér í kvöld. Já, að vana. Smá viku pása á okkur félagana Já, og náttúrulega leikmennina líka. já, ég held að það eru nokkri sem eru mjög sáttir með þessa viku pási. Já. En ég held að fleiri lið en færri hefðu verið að æfa í pásunni. Já, hefðu betur átt að æfa. Já, Skulum bara segja það. Svo sannarlega. Já, fyrst við erum að tala um það, hefðu betur átt að æfa. Við skulum kíkja bara á stöðutöfluna og sjá hvernig stigin standa. Við spilum náttúrulega ofur laugadaginn fyrir næstu aðeins meira en viku síðan. Já, algjörlega. Og svona standa stigin. Það eru 4 lið fyrirgefðu sem að eru með 10 stig. Það gæti verið eitthvað breytist þar. Í 5. og 7. eru Atlantic og FH með 6 stig. Í því 7. er IA, þeir eru einir með 4 stig og síðan Saga Breiðablik með 2 og IBVF, EMN ennþá stigalausir. Það er ekki nokkra sem eru ósáttir með það. Já, algjörlega. Ég þar á meðal. Já. En áhugavert að Þór sitja á toppinum út af Round Difference. Já, ég meina, þú veist, þeir eru búnir að vera mölva. Bara rúmlega það. Já. Þú veist, þeir eru búin að taka sína leiki sem að þeir eru búin að fá núna undanfarið og þeir eru gjörsamlega búin að bakka yfir fólk og ég meina það er að skila þeim á toppin í fyrsta skipti í helvíti langan tíma fyrir Þórsara. Já, og ég held að þið séu bara að þakka þessi sæla að vera með Pítur og Tóni allavega í liðinu. Já, Pítur, Tóni, ég meina, Alli er búin að eiga frábæra leiki líka. Já. En þessi tveir svona standa upp úr í Þór. Þið finnst það? Já. Hygglust. Ég skal henda í pókan með, ég ætla að henda honum alla mínum. Það minnst alltaf flottur. Okay. Alltaf flottur. Fair. Enda kallaðu CS-got og allt það. Já. En við ætlum að kíkja á dagskrá kvöldsins. Það eru 2 leikir í kvöld sem var að spila. Það er Dusty Tension og Ármann FH. Dusty kom að tapi. Já, og frekar stóru tapi. Ég held að það hafi ekki átt vona að tapa móti Ármanni. Þeir voru, bróðupartin af leiknum voru þeir bara í uppímót. Það var ekki byrjað að sjá til sólar fyrir svona senustu 2 rándir, 2-3. Og sko undir lok leiksins þá hefðu þeir ekkert átt að tapa sko. Já, þeir voru á hítir. Alveg rúmlega það. Og þú veist, Ármann vinna bara í einhverju pistolrándi á móti þeim. Sem er galið. Vinna leikinn þar að segja. Já. Í pistolrándi. Sem er gjörsamlega galið. Það er virkilega vel spilað hjá Ármanni. Já, meni eins og þú og Shine voru að koma inn á að já, nú ætla þér að spara, taka 1 ránd og síðan taka þér 30. og ætla allt í gang þá, sko, síðan bara, heyrðu, leiklokið, Ármann, sigra Dusty, ok. Allt kom fyrir ekki. Já. Ég elska þegar samt svona eitthvað gerist. Það er allt hægt í Counter-Strike. Allt. Og þú veist, Round Difference, ég er búin að hamra á þessu nokkuð oft svona. Þetta er svo mikilvægt. Þótt á að sért að spila kannski á móti lélega liði, þá viltu samt klára eins stórt og hægt er til að sitja efstur á töflunni eins og Þór er að gera núna. Og þess vegna skiptir svona miklu máli að mótastjórn og helstu fyrirliða liðana kom sér saman að spila þessi 16 ránd til helmingstímabils og þá erum við með allavega jaft. Já, algjörlega. Sem skiptir máli út af því að sum liði eftir að spila á móti Dusty og þá tapa ennþá fleiri leikjum. Já, nákvæmlega. Eða Þór eða hvernig það er. Nákvæmlega. En vikupása, Super Saturday. Ég veit að þetta er fyrsta skipti sem þú ert hérna bak fyrir borðið með mér. Já. En þegar við byrjum þannig, Jón, hlusta núna, þá opnar leikmannaglögginn. Já. Við erum búin að sjá Silly Season og eiginlega frekar lélegt Silly Season. Það er ekkert eitthvað svakalega juicy búið að gerast? Nei, ekki þannig sko, ekki með að við. Ekki með að við, en ég meina kannski kom einhverja fregnir eða eitthvað juicy, ég veit ekki. Það er eitthvað juicy sem við liggjum á hérna, við kannski komum inn á eftir. Komum inn á mögulega eftir, það gæti verið, en helstu breytingar, ég skal bara renna yfir þetta með þér, bara snöggt. Það er Breiðablik, mínus Kitty Disco og mínus Mean Degrees. Þetta eru 2 svona highest rated görðna þeirra og ég meina Mean Degrees í tapandi liði í topp 12 í statistics og svo framvegis. Mista Vappan, vírus þarf þá að pikka hann upp aftur. Hann er ekki gráta það, ég lofaði því. Nei, ég meina, Vappar eru í eðli sínu eigingjarnar. Já, alveg gríðarlega. Já. Og þeir fá inn Topaz og Varucci. Já, skemmtilegt svona ítalsku bragur yfir
Varucci. Varucci. Við kannski bara segjum þetta. Ég ætla ekki að panta þetta á ítölsku veitingahúsi. Nei. Ég veit ekki hvað. Nei, þetta er örugglega bara eitthvað niðurgangur. En ég veit hver Topaz er, ég veit ekkert Varucci, en gáðari menn en ég eru búin að segja að þetta sé efnilegu leikmaður, það verður bara komið ljós. En, já, for lack of a better word, þá er Breiðablik akkurat núna sökkvandi skip og það er eins gott að þeir sé að pikka upp 2 leikmenn sem er að fara að gera eitthvað. Já, algjörlega. En síðan er þetta spurning bara hvernig klefin er og hvernig hann var. Ef að klefin hefur verið að hafa þessi áhrif á lið Breiðabliks sem að mig grunar sterklega. Því að ég veit hvernig ákveðni leikmennu verða þegar þeir eru að tapa svona mikið og stórt. Þá verður yfirleitt svona erfitt að spila með þeim og kannski er þetta breyting til betra, maður veit það ekki. Já, það verður bara komið ljós. Þeir eiga leik á 5. daginn, ég man ekki á móti hverjum, en það verður bara koma í ljós, ekki fara langt. Síðan Atlantic, þeir fá til sín 2 erlenda leikmenn frá Stóra Bretlandi. Great Britain. Stóra Bretlandi, já. Great Britain. Bjarni með puttana þar. Mér finnst það vera frábæra Bretland frekar en Stóra Bretland. Mér finnst það meika meira sens. Ekki dróð svo mikið frá, nei. Síðan IPVAF fá til sín K-Dot. Þekkjum hann aðeins og við höfum spilað með honum töluvert og við höfum bara ágæta hluti hann að segja, vera að koma í ljós. Ekki hans fyrsta tilraun í efstu deild þeirra bestu. Nei. En já, svona á parið með við liðin sem hann hefur verið með í. Já, kannski vont fyrir hann að vera að koma aftur inn í deildina í svona botbaráttu, en ég hugsa að hann verði einn af betri leikmönnum IPVAF. Og ég ætla líka bara að setja þarna fram. Það er margt gott sem að K-Dot gerði í sínum liðum, en einhvern veginn finnst mér samt svona, það er aðeins meiri bragur yfir að IPVAF sé að fara að gera meiri hluti heldur en liðið Fylkis sem að K-Dot var í. Ég veit ekki af hverju, þetta er bara einhver tilfinning. Já, algjörlega. Það er náttúrulega ekki annað hægt nema að þú ert að spila með svona heila eins og Shine, til dæmis. Og líka, hann er ekkit með einhverja lélega gaura í kringum sig. Alls ekki. Meina, hann er með Bixi sem er búin að heldur betur koma sér í form. Já. Hann er með Pat sem er ennþá bara að koma sér í gang einhvern veginn. Þrátt fyrir að 7 umferðir séu spilaðar. Já, þú veist, ennþá að koma sér í gang. Nóg eftir að séu. Gamla góða dísilvélin. Já, dísilvélin. Sem hefur verið svona upp og ofan, en meina, kannski vantar bara aðeins meira stability. Já, en meina, hver er að fara út í staðan fyrir K-Dot? Enginn held ég. Ég held að já, jú, í line-upinu. Já, fyrir ekki, ég miskildi þetta alveg. Já, kannski verður hann bara back-leikmaður, hver veit? Nei, ég hugsa að hann verði alltaf í starting line-up og Syntax fara út. Syntax og K-Dot fara á Vapan? Já, eða Shine, jável. En, ég veit ekki. Það er rosalega erfitt að greina lið IPVAF svona djúpt með nýja leikmann. En, jú, kannski. Já. En ég hugsa að hinir leikmennir standa allir. Já. En þá er leikmannaglugganum eiginlega bara lokið og við ætlum bara að kíkja á fyrsta lið kvöldsins og ég býst sterklega við því að það sé Dusty. Já, ætli það ekki. Já, það er Dusty, Rafle Pandas, Þór, Steppi Kókó og Edison. Engu breytti þessu line-upi og það er bara með þessi efstu 4 lið, þau breyttu engu. Nei, akkur að breyta einhverju sem er að virka? Já, ég meina þú ert í topp 4 núna, þú ert í hörku baráttu og ég meina þrátt fyrir að Dusty sé að koma af tapi þá, ég veist, ég sé eitthvað að gráta sér svefn, sko. Já, þú veist, ég þóraði að segja að þetta lið sé bara besta lið á Íslandi í dag. Já. Þótt að þeir hafi verið að tapa á móti Ármanni sem að eiga alveg tilkall til topp 3 auðveldlega eins og staðinu núna, en það verður gaman að sjá hvernig þeir spila núna, sérstaklega og því að þeir eru bak við sjóvarpið hérna inn í herbyggi. Já, þeir eru að spila inni. Þannig að ef þið viljið eiginandar áriðinir, þá mætið þið hingað eftir leik. Veistu hvort að Palli hafi verið að áriða einhverja músamóttur? Já, hann tók allar músamóttur hérna frammi, bara allar eins og að leggja sig. Já, var það þessuna sem verið að skrá hann? Já. Bara hei, ég er að spila maður. Bitu. Hann tók allar. Ok, Tension er á Heater. Þeir eru búin að standa sig mjög vel í senstu 3 leikjum. ISO og Dest búin að vera á toppinum þar. Já. Hvað þarf að smetla hérna fyrir Dusty til að koma sér aftur í gírinn? Sko, ég held að ég ekki að vera að dvelja of mikið á síðasta tapi.
það bara svona Ármanns leikurinn, þessi sem kemur alltaf frá Ármanni á móti þessum toppliðum. Ekkert að dvelja á þessu tapi, bara, hei, svo bara ekkert þess, tökum bara restina af leikjunum að vinna á. Og þetta line-up með Þorstein F sem innkemlítur, ég held að ég hitti neinum vandræði með að rétta skipið af, sko. Hver er toppmaðurinn? Þorstein F. Já, og ég ætla að bakka upp með því að segja ég held að hann sé lykillinn í þessu. Já. Við erum oft búin að tala um það. Þetta er reynslumesti leikmaðurinn í liðinu. Þú varst að fara yfir HLTV áðan. Herri, já. Og hann er með langhæsta. Sko, af öllum leikjum sem hafa verið spilaðir sem er á frag.is, af leikjunum hjá Þorstein F, hann er með 3800 eitthvað ránd, minni mig, og hann er í 1,4 rating overall. Overall. Það er rosalegt. Yfir 3000 og eitthvað ránd. 1,49 á HLTV. Já, þetta er bara galið, sko. Já. Bara... Og HLTV, náttúrulega leikirnir eru bestu íslensku leikirnir. Það er leikirnir sem spilur líka á laninu. Qualify leiki sem að komast þangað og svo framvegist. Þannig að það er svona topp-týrið. En ef þeir alltaf hrista tap af sér auðvitað, þá þurfa að hlusta á hann. Já, algjörlega. Og það sem meira er, það sem þú voru að gera í öllum öppinu sinum, þeir eru búin að vera aggressífir, mjög taktíst og eru búin að vera góðir í því. Já, hafa verið að setja líka bara tempóð í CT bara nokkuð svona örugglega. Já. Að vera aggressív svona þokkalega mikið í byrjun, en ekki alltaf á saman staðinn, alltaf að breyta til og síðan næstu ránd kannski, gera það kannski í 3 ránd og síðan bara chillaður á sæt, bara rólegir, bíða eftir að hinn koma og þá eru hinn svo hrættir við að taka map control. Nákvæmlega. Og söktu einmitt sögu þannig. En við ætlum að kíkja á lið Tension. Það hefur ekkert breyst hjá þeim. Það er sama lið. Pressi, Blikk, Rex, ISO og Dest. Og eins og ég segi, þeir eru á 3 mappa winstreak. Þeir unnu IA naumlega í frábærum vertikuleik. Og það verður bara að segja að IA þarna kveiktu þér aftur svona, ok, IA er hérna bara lið. Það er samt bara svona hósitir dæmi. Bara hósitir mætti með læti og bara næstu búin að vinna Tension 1 bara. Já. Þannig, eða næstu því. En síðan bara einhvern veginn vantaði lokaran. Já. Vantaði grettuna. Það þurfti einhver að stíga upp í þessu senstu ránd. En það er ekki hér né þar. Hver er toppmaðurinn minn? Ég held að segja þessi besti leikmaður Tension, þessi ISO. Það er rétt. Og ég held að það er nákvæmlega það sem við þurfa í eitthvað svona leik. Já, ef þú ætlar að vinna Dusty, þá verður hitta skotunniðinum. Þú verður að vera stable og það er það sem að þessi og Dest eru búin að gera manna best. Tala nú ekki þegar Blikk hittir einhvern veginn inn í einhverja tímasetningu og nákvæmlega bara nær sæti 1. Já, nákvæmlega. Og Þorstein F 1,47. ISO 1,47. Þetta verður áhugavert að fylgjast með. Hvort að ISO verður svona góður á móti Dusty liðinu. Þegar Dusty spila svo agað, oft allavega, ekki alltaf. Hvernig Tension takast á við það? Það verður mjög áhugavert að sjá það. Annað sem er verðt að minnast á að ungu leikmennir hinu, Rex og Pressi, ég meina þeir eru að fara að mæta núna Dusty og þetta er alveg biti og þeir hafa verið svona hingað og þangað, þessi 2 strákar. Hérna verða þeir bara báðir að sýna eitthvað. Já, þeir verða að ná sér í eitt svona, right now, fyrir leik, tjökkan og... Eða bara vasklas. Nei. Þeir þurfa að vakna í þessu leik. Já. Gera það með þessu. Já. Ég veit ekki hvort það megi, sko. Jú. En ekkert vasklas neitt. Við hlustum ekki á það. Ekkert að spá í því. Við erum ekkert... Vatn er gott fyrir því, Jón! Já, stundum. Ekki núna fyrir þess að 2 gauðra. Já, ok. Bara borða góðan kvöldmatt og... Já, banana kannski og út að Dusty og fara að snemma í hátinn. Hljóman, eins og nammi. Já, lesin að Disney. Fyrir hátinn. Já. Robin Hood. Já, til eða. Já. Kannski Frozen eða eitthvað. Já. Herru, við ætlum að fá vítóið. Rakleiðis, hvert viljum við fá þetta? Ég vil ekki fá þetta í Inferno, ekki fyrir Tension. Nei,
Ég vil fá þetta í eitthvað map sem þeir eru búin að vera að spila oft og pingu puggy. Það var Vertigo tekið út. Ég var til að sjá þetta í Vertigo. Þú veist, ég hefði alveg hugsað Tension væri alveg til í það. Dusty vilja bara ekki Vertigo. Nei, Þeir bara vítuða alltaf. Þeir eru búin að vítuða bara í 2 ár. Og ég held að það komið Nuke. Overpass tekið út. Ég held að þetta var ekki í Nuke. Þetta eru fastir liðir samt. Þetta Vito Ancient tekið út af Tension. Ég held að það sé bara bæði liðin frekar ána með það. Ég hugsa það. Að Dusty getur svo sem alveg farið við Ancient og gert eitthvað. Nuke bannað. Þannig að þetta búin að spila eitthvað? Þeir eru ekki búin að spila neitt Nuke. Nei. Þannig að flestir eru búin að vera innblína svolítið á Anubis og það kemur ekkert óvart ef að það verður bara nákvæmlega mappið sem við fáum hér. Já, bara myndi ekki koma neitt á óvart. Sko, sástu? Mirage tekið út. Tension fá líka valið á milli Mirage og Ancient og þeir eru búin að spila töluvert af Mirage. Búin að ganga bara ágætlega vel í Mirage líka. Ég skil ekki af hverju þeir vel ekki Mirage samt hér á móti Dusty. Út af því að þeir eru búin að standa sig betur í Anubis. Þeir náttúrulega sigruðu Atlantic Anubis, sigruðu Þór í Anubis og þú veist það eru 2 stór höfuðleiður sem það krækja í. Algjörlega. Tension vinna hnífa og við erum að fara rakleiðis inn í leikinn. Stór höfuðleiður? Ertu að segja það séu með hátt enni eða? Já. Ég er ánægður með það, en keyraði miðuna hérna Dusty og droppa niður. Debbi Kóko ofnar þetta og Ísó, ok, áhugavert. Ísó nær einu menn, fellur Rex, Blikk fellur líka. Það eru bara 2 tómi, Rex og Pressi. Já, menn er ekkert að grínast komendir á serverinn, það eru heitir Dusty menn. Já, ég sá það alla sviplandi hægri hendinni hérna fram með hann. Hita? Já, hita öxluna, sko. Sko, ég er ekki eins og að grínast. Það hefur komið fyrir að ég togna í rotator cuff þegar ég var að snúa mér í CS. Eftir það hækkaði ég sensið mitt. Það var rosalegt. Hvað varst þú í gamall þá? 30? Já, ég var 30. Já, ok. Fair point. En meðan hvernig það ránd byrjaði þá kemur ekki mikið óvart að þetta falli Dusty megin. Nei, þeir voru komnir þarna með mjög góð entry. Splitta þarna í gegnum tengi og fara í gegnum miðjuna líka. Það er Pressin er aðeins að klóra þetta tilbaka, finnum 2 en það dugar ekki til. Gott fyrir Tension að Pressi sé mögulega að byrja sterkan leik hér. Já, þeir þurfa 4 hérna. Já, lágmarki, algjöru lágmarki. Ég meina við sáum það í ármannsleik, það voru allir leikmennir á serverinu. Já, heldur betur. Ótrúlega skemmtilegur leikur. Ég næ ekki fyrir mitt litla líf að kalla hann Þór, eða Þór. Ég næ því ekki. Það er erfitt, sko. Þetta er bara Þorstein F. En ég ætla að reyna mitt allra besta að segja Þór. Já, ég hef reynda í gegnum tíðina, ég meina það er ekki stutt síðan hann skiptir mig, sko. Nei. En stundum er það bara erfitt. Já. Hann er búinn að vera svo iconic og hann breytið ekkert eitthvað rosalega mikið Þór og Þórsteinn F. Nei, Þórsteinn. 2 nöfn. Nei, ég er til að koma hérna pussandi út að Alobí Tension menn og þeir eru 3 eftirstandandi, 2 eftirstandandi Blikknar að svara. Svo nær að búa til pening, það er ekki mikið af skotum í þess að bussu það. Ekki nóg og Ísó finnur einn hér og feldur leið Blikk núna. Finnur ekki meira. Feldur einnig. Ég er ánægður með þetta, Dusty að byrja sterkt. Þeir eru að sína að síðast að tapar ekkert að hafa neinn rosaleg áhrif. Nei, ég meina þetta eru náttúrulega bara líka atvinnumenn. Algjörlega. Þeir mætin og sörun og vinna vinnuna sína og það er nákvæmlega sem að Dusty liðið í heild sinni vill skína frá sér að þeir eru eitt tap. Ég meina þetta er langt tímabil. Við tölum alltaf um það, þetta er langt tímabil. Ójá. Og að misti það sig, ég meina, ég misti mig bara kringlunni bara í, þú veist, ég hitti fyrir allt. Já, 4-3 og Richter í kringlunni. Já, þetta var vont í smá tíma og síðan bara... Áfram gakk. Já, Hí. Það var vesla, jólagjafir, það var ekki slánt, sko. En fyrsta gunnróndið, Tommy, það er komið í hús og það er ekkert að frétta svona framan af. Þeir eru búin að ná Alobíinu Dusty menn. Blikkrindar, þetta er eitthvað sem hann á til að gera. Það séu Rafli, hann er alveg tilbúin í þetta og hann er hitt á óþægilega tímasetningu. Nú er Blikk búin að koma þeir eru að fara að halda honum og þeir eru að fara að hönda hann. Já, þetta geti orðið erfitt fyrir Blikk. Edison að koma hérna hlaupandi Mark 10 og finnur hann leið. Og þetta er þetta... Það er bara að gefa eins byssu líka. Já, Pickers Advantage sem við erum að tala svo oft um. Þetta er bara
svo miklu betra betri fight fyrir hvað var þetta? Edison. Já, Edison. Já, þetta er alveg óþólandi þegar maður er að spila. Maður er svo vanur bara að geta haldið línu nokkuð auðveldlega. Já, það er bara ekki hægt lengur, ekki með góðum móti allavega. Það var auðveldara í 1.6, erfiðara í CSGO og ómögulegt í CS2. Allavega fyrir okkur gamla kallin. Já, ég meina. Já, þig gamla kallin. Ég er ennþá bara á réttu róli. Já, ég er eldgamall, ég við ekki náttúrulega. Já, en sjáðu Edison, hann er komin sér skemmtilega stuði hérna. Pandas komið rex, Testi verður að ná einum, en Þorsteinn nær rífrækinu á pressa, bombinu niður og þá Dest og Iso. Þetta eru 2 leikmenn eftir og þeir geta gert einhverja flotta hluti hérna. Algjörlega, smókurinn ætla ekki að halda smóknum, bakkar bara, droppar í vatnið og kaupir hellingstíma með þessu. Þeir þurfa að klíra miðun alveg djúpt. Þvílíku tími sem hann á að kaupa þarna og þeir verða bara að halda í beinu framhaldi. Það er engin með kitt heldur á þeim. Þetta er góð ákvörðun hjá Tensionum, en þetta byrjar ekki vel. Nei, alls ekki. Byrjar alls ekki vel. Fyrsta gunrondið fellur Dusty megin. Voru þeir of ákafir að reyna að nota blikkandi miðunni til að opna rándið? Ég hugsa að blikk hafi bara gerst aðeins of ákafur. Farið aðeins of djúpt. Ég held að hann hafi ekki ætlað sér að fara þetta djúpt inn í miðuna. Það var náttúrulega verið að halda honum úr vatninu, þannig að hann komst ekki rosalega mikið aftur. Nei, það er nefnilega málið. Erfitt. Þess vegna þurfti hann að fara svona djúpt í miðju og ég held að það hefði ekki verið ætlun blikk hér. Nei, kannski ekki. 2 M4-ar haldið inn í ránd númer 4. Það er vappin sem komin á rafli. Já, voru gaman að sjá rafli á vappanum. Skemmtilegu leikmaður á vappanum. Það hitt á tímasninguna, en Dest hún að hamra sér svona inn í miðuna. Þeir ætla að pressa. Áhugavert, fáið flass hérna út. Hlýtur að vera hérna. Kemur það. Það er engin blindur Dusty með. Þeir voru tilbúinir í þetta. Pandas finnur pressa. Og ekkert vesen. Þeir voru allir 3 leikmenn Dusty tilbúinir í þetta. Nema kannski 8. leikmaður. Þetta er skemmtilega mikið damage þarna í Ramax. Já, mjög gott damage. Blikk á 5-7 á það inni. Steppi Kókó komin í hjálpina. En þeir ákveða að bakka úr tenginu. Þeir eru ekki búin að græða neitt map control, tension. Og núna geta Dusty bara 1 mínúta á klukkunni. Þeir geta farið bara það sem þeir vilja. Fá alltaf 2 á móti, alltaf 2 á sætt. Þeir vita það. En þetta verður virkilega erfitt ránd fyrir Tension að vinna hér. 2 á hvoru sætinu og Dusty virðast alltaf enda B-megin hér. Það er gaman að sjá hvernig er tækla. M4 verða að gera eitthvað stórfenglegt. Iso hérna þeir eru að fara að tækla sætið, B-sætið. Fellur leið. Það voru Iso næsti maður. Hann finnur einn, búinn að finna Pandas. Hvað gerir hann? Reyna að fara inn smókin. Ætlar hann að hitta á tímasetninguna. Rafli með vappa hinum inn smókin. Fyrir gegn hér. Ætlaði ekki að fara í gegn. Segjum það bara. Já, það var aldrei ætlunin. Þetta á flass. Ja, þetta getur verið eitthvað skemmt. Þetta ef að Dusty getur komið sér í stöðu til að flassa fyrir þá inn á sætið. Eru búin að klíra út Apex. Eru að ná að labba aðeins nær sætinu hér. 2 í lobbyinu, 2 í tenginu. Ógerlegt retake. Edison búin að fylla Dest og núna verður það að bakka bara og halda byssum. Já, heldur betur. Iso með það læsturinn inni þarf að skjóta sig úr því en nær því ekki 4-0. Þetta er byrja vel fyrir Dusty. Mjög vel og þeir líta vel út. Já, heldur betur. Greinilega búin að horfa á 1-2 myndbönd Anubis. Pressi komin á vappan. Ok, það verður gaman að sjá hvert pressi fer og hvert rafli fer í mappinu. Það verður gaman að sjá fæta milli þeirra. Spurning hvort pressi fari ekki bara í miðjuna. Ég væri bara til að horfa bara á pressa hér. Nú er einhverju pússi að reyna að láta það opna. Skilja að Dusty menn þeir fara ekki í miðju, vita líklegast af vappanum í miðju. Pressi og blikk í miðjunni. Ekki búin að skjóta skoti samt held ég. Nei, engin leikmaður Dusty búin að kíkja í miðjuna enn sem komið er. Þór tilbúinn hins vegar að halda miðjunni, veit að blikk hann er líklegur í að pússa eins og hann gerði á hann.
spurning út að Blikki reyni eitthvað ótrúlegt aftur í miðunni. Það gæti orðið honum að falli. En Þessi komin að horfa á lobbyið. Pandas nálagt, hann getur reynt að sækja frakkirna en þá þarf okkur að halda tenginu á meðan. algjörlega, ef að pressi myndi labba til hægri núna þá favoritar þetta pík pressa helling. Pandas þyrfti að vera með mjög gott viðbragð til að fella pressa allavega. Blik reynir á tímasendingu. Þeir heyra þetta. Já, hlýtur að vera. Þorsteinn að halda honum. Þór tilbúinn. Aldrei að fara enda vel þarna fyrir Blik. Smókurinn að svíkja Blik en Ísó svarar leið. Gæti gert eitthvað úr þessu rondi. Einn maður fallin í hvoru liði. 2 fallnir hjá Tension og Ísó einn af þeim. Fjöldstæðin á B-sætið, Edison að finna eitthvað entry í line hérna. Finnur ekki neitt, bombálinni niður, Rafle tilbúinn í þetta. Þetta bara góð setup á meðan Tension að pögga sig eitthvað í gegnum CT-sætið. Já. Þá Dusty að spila sem lið. Algjörlega. Pressi að finna Edison hér en það gerir ekki til og því að bomban komin niður og Tension bara að fara að halda byssum. En hér, Kókó komin í alibi, búinn að finna Rex. Og hann ætlaði að reyna að finna pressa líka. Sækir hérna upp þristina pressi og sem hvort hann sé ekki aðeins öryggar hérna á CT-spúnunum mögulega. Lítur út fyrir það. Kókó ennþá inn á aðinu að leita. Hér, Pandas. Hittir ekki skotinu pressi. Pandas finnur frakkið á pressa. 5-0, Tommy. Já, 5-0 fyrir Dusty og þeir, já, bara enn og aftur undirstrika það sem ég segi áðan. Þetta lítur út fyrir að vera bara face-it puk á móti liði. Já, algjörlega. Dusty að spila virkilega vel hérna. Fyrstu 5 rándin í það minnsta. Blik var að spila framalega í miðunni, Ísó var aftast í miðunni. Já. Þetta ekki fyrsta skipt sem að Blik fellur á þeim miðunni. Nei, ekki, hann var nú ekki jafn framalega á það sem betur fyrr. Nei, það vilt að komast nær hersporunum. Ja, en 7. rándið að byrja Rex og Dest hvorir búin að finna kill. Það getur verið dýrkeypt. Annar Molli Alobíð, þeir vita, þeir eru líklegir til að pússa út Alobíð. Það bara að halda sikkur í lobbyinu, það sem að oftast sótt út. Algjörlega. Og Rafle fær það missjón að halda miðunni. Ekkert sem að hann sér þar. Bakkar bara yfir í B-lobbyið. Nova í Ramax. Meira og meira sjá af Nófunni. Já. Ég ekki hrifinn að því. Já. Mér finnst það, ætli að pressi hafi spottað og þarna 2 í bak. Nei. Mér sýnist ekki með hann hvernig hann að jiggla þarna hornið. Ísó komin á standbæ. Jú, hann hlýtur á að setja. Sér einn mann, sér báða. Finnur ekki neitt. Þetta er sárt. Þetta er virkilega sárt. En Ísó núna tilbúinn. Hann að hinum meginn ekki með Nóvu í hendinni. Á móti 2 Kókó og Edison hinum meginn. Hér Ísó keyrir. Finnur Edison, finnur hann meira. Gerir það. 2 byssur liggja þarna. Fyrir 2 leikmenn í Ramax, Dest gæti náð sér í byssu einnig. En þetta allt í einu orðið virkilega erfitt ránd fyrir Dusty, Tommy. Já, þurfa að finna einhverja leiðina og þeir ætla að fara bara á bíð, bomban í gennum lobbyið. Þeir eiga hins vegar góðar stöður þarna ofan í tenginu. Smókurinn kemur þarna út, flask inn á sætið, Pandas þarna endrið hérna. Pandas eftir í hlutverki sem hann var fengið til að gera, sem hann hefur verið að gera frábælega. Rafli hins vegar finnur endrið á sæt. Rafle á vappanum, finnur fætið við Blik en hittir hann ekki. Hittir hann af honum, bomban komin niður. Bleittir hauskotinu þarna nær hann öðrum, nei, gerir það ekki. Fyrir mútið einu vinna Ísó, en Pandas hann var alveg tilbúin í þetta. Já, hann vaknaði mikið að halda þessu sko. Já, 6-0 og þetta lítur bara ekkert út eins og Tension-liðið sem við höfum verið að sjá, Tommy. Allavega ekki á móti hinliðunum. Nei. Það var þarna þessi eini leikur á móti Blikum í Ancient. Já. Síðan hafa þeir verið alveg mjög góðir. Já, algjörlega. Það bara verið að sundurspila á hér. Já. En það er nú akkurat að spila á móti svona liði eins og Dusty sem að spila svona frekar agað. Þorsteinn orðinn hálfur eftir að staði í molla, ætlaði væntanlega að standa í mollinum og ná endri að ná B-sæti, spurning? Já, það finnst mér líklegt að flassa sig úr þessu horni, hann vil ekki vera þannig lengi.
Pressi búinn að finna Panda sem miðunni en Blikk feldur á móti Ísó. Það hefur verið að finna entry á þá hvar sem er. Allstaðar. Og þetta bara lítur alls ekki vel út fyrir Tension. Edison að fara að reyna aftur að finna eitthvað hér. Býst við einhverja aggressjoni í BLB-inu. En ekkert kemur þar. Þorsteinn kom með tímasetningu. Það er engin hjálp hérna fyrir Rex. Og hann er fundinn. Það var ekki flókið. 1 skot. Búm, takk sætið er okkar. Segir Dusty. Þar og smókað út. Það er vappið þar. Dest bara inn á B-sætinu ennþá. Já. Og bomban fer örugg hér niður. 7-0 er staðan. Bara næstu því. Ég efast að sé að fara að reyna með pressa og vappan í þetta. Nei, það meikar ekkert sens. Ekkert sens. Þótt að séu nú langt undir þá var ekki gott. Nei, alls ekki. En já, þetta er svona ekki kannski staðan sem við byggum. Edison fellir Dest hér. Þór tekinn beint í haus með vappaskoti. Það er alltaf óþægilegt þegar það gerist. Já, það er líka svo rosalega iconic hljóð þegar þú ert hettaði með vappa. Já. Það er einhvern veginn bara svona... Þetta var glæsilegt skot sem pressa. Pressi, Ég hef eitthvað þá er hann að fá að skjóta sig í gangina. Já, loksins sjáum við Pressa í skotskónum. Hann á 7 frögg og er hæðstur í liði Tension. Ísó honum þar á eftir og síðan Blikk og síðan eru Rex og Dest báðir á 0. Hvar er Dest? Nákvæmlega. Hvar er Rasmus? Við minna hann heitir Rasmus. Já, Rasmus Lindström. Já, sko. Bingo. Já, þetta veistu vinur. Já. En við gerum tilkall eftir honum hér. Og Rex líka. Það mætir á nýmjólkuferðinu hérna eftir smá hann fyrir ekki að frekka sko. Það er nefnilega málið. Lost Child. Þurfum að finna hann. Það strax. En sjáum hvað Dusty eru bara afskaplega rólegir yfir þessu. Það er ekkert verið svona... Og það er engir svona stælar heldur, þótt að þið séu 7-0 yfir. Nei, þetta er það sem við erum búin að sjá í gegnum í rauninni alla leiktíðina. Þeir eru bara, þeir eru að trýta þetta eins og verkefnið sem þetta er. Og eru að gera það vel. Algjörlega. Hér, Steph Coco að fá plastinn inn, finnur einn. Nær endurinu samt sem áður. Er Rex bara ekki með músi í lægi? Skelltu þér í elkokælið minn og keyptu þér bara næstu músi þú sérð. Pressi gerir vel að ná sækir frakkið. Það er að bakka líka góð sviti fyrir Tension að vera manni yfir hér. Já. Pressi kom með annan. Pandas liggur í valinu núna. Edison og Rafle til að bjarga þessu. Mikilvægt ránd hérna fyrir Tension að vinna 7-1 er staðan ef svo gerist. Edison. Edison. Dest. Hann er bara allt of seinn að kíkja. Allt of seinn. Finnur hins vegar frakki hér. Edison feldur á Rafle. Einn eftir. Hann er með bombun á bækinu, M4 í höndunum og á A-sætið. Á A-sætið, bomban að fara niður og það er kitt á Blikk og Ísó. En hérna er Rafle væntanlega að fara að reyna í ykkur aggró. Já, algjörlega. Þeir reynum í þristinum. Sér þetta flass á sítspúrinu. Finnur hann Blikk hér, það gerir hann. Rafle er búinn að finna Blikk. Það voru 2 eftir Dest og Ísó. Ekki búinn að vera glæsilegir í þessum leik enn sem komið er. Situr á bombunni. Dest með kitt á bækinu, er að deffa hér, Rafle. Það er að fara á bombunni, gerir það, er búinn að feika hann út. Er þetta 1v3 hjá Rafle? Nær ekki senast það, en tíminn er úti. Dest nær ekki að diffjúsa. Oh my og Rafle gerir svo vel þarna. Þetta brýtur klefan í tvennt hjá Tension, ég get lofað þér. Þvílíkt og hann finnst. Rafle, þvílíkt play. Þetta var bara stórfeng. Sko, ég ætla að gefa Rafle allt hrósið þarna. Já, algjörlega. En af hverju rótitið ekki bara saman? Já. 3 á móti einum hljóma betur heldur en 1 á móti einum og 2 á móti einum. Hann fekk 3 1 once. Já, basically, sko. Þetta mögulega illa að spila hjá Tension. Blikka bara 1 á CT. Já, ég er svo sem skil þetta. Þeir eru ekki alveg komni með tímplayið upp á 10. Þetta er það sem við vorum að tala um þarna oft. Þeir eru að flýta sér svo mikið. Já. Dest feldur hér, hann er ekki búinn að sjá til sólar. Nei, drengurinn. Því miður.
ekkert gengið upp og hann fær bara annan fæt en Blikk, Betur hér, já, allavega. gerir vel. Rafleik komið bara hinum með við smókin. Með vappa í höndunum. Þetta geti orðið stórfengilegt skot, hittir að því. Nei, gerir það ekki. Blikk gerir vel. Nær 2 í þessu róndi. Það er bara Kókó sem Rex. Og Það var bara gefins. Já, aðsætið gal, opið, þegar þessi Þorsteinn taka fyrsta rótitið. Já. Bomban reyndar er á tersponi. Þannig að það er alveg smá tími í þetta. En sko, þeir gætu mögulega náð bombunni hér í rótitinu. Þeir eru komin nægilega framalega að bomban fer efri leiðina, gerir ráð fyrir Þór finnur hann annan að gera hann. Þetta gerir hann svo einstaklega vel. Þetta er galið. 9-0 fyrir Dusty á móti Tension ungstyrnunum. Ungstyrnunum, Já. Þetta lítur alls ekki vel út. Nei, bara vafalaust ekki. Það eru ennþá einn leikmaður hjá Tension á 0 frökkum. Já, við köllum eftir Rex og það strax, en við þurfum að fá hann sem fyrst. Takk. Rex með digluna í alopíinu og leitar af einhverju. Út á alopíinu, Kókó með Blikk. Rex inn í smóknum, vildi ekki fara með félaganum þarna. Fórna bara einum. Dest og hérna fellur allt sjálft sig helvíti fljótt. Rex og Íso 1-2 eftir og þeir geta labbað í rauninni hvert sem þeir vilja. Þeir eru komni með B-sætið en þeir ætla að fá einhver style points hérna og planta á að, nei, snúa við. Á punktinum. Já, það er uppeyja, gamla góða, rifið handbremsuna og enda. Er semst handbremsan best fyrir driftið það? Já, segja að ef það ætla að snúa við. Já, það er snúa við. Já. Það er uppeyjan. Já, gamla góða uppeyjan. Ég er ekki bara að keyra það á mínum. Nei, ég skal taka það með, það er ekkert mál. Guð hjálpi mér. Þetta er ástæðan fyrir ég líklegast ekki að fara að gifta mig út af því ég veit að þú ert að fara að taka mig í stekkurinni alveg á hlið í korter, sko. Ó, já. Ég nú hrættur þegar þú ert á löglegum þá á myndir. Æ. Þá er Íso einn eftir með Dual Barrettas. Já, þetta er 10-0 er staðan. Líta bara betur og betur með hverju rándu út af því að ég held í rauninni að Tension séu bara búin að missa móðin. Já, það lítur þannig út svo sannarlega. Það er alveg virkilega dimmt yfir Tension hér, 10-0. En, já, þetta. Við vonumst eftir að þessi tactical timeout muni breyta einhverju fyrir Tension því að þeir þurfa svo sannarlega að breyta einhverju hér. En Rex á 0 killum, hann fær vappa í hendunar á pressi. Líka double vappa sett upp í Anubis. Það er áhugavert. Já, einhverju þarf að breyta. Já, klálega. Það er ekkert að virka á Tension, ekki neitt. Já, tactical. Hverju viltu breyta? City main? Öllu. Já. Það er, þú veist, prófiði að fara 3 saman út Tengi? þessuna, bara eitthvað. Þeir eru passífir í stíganum, double neitiði, skiljiði B-seta eftir, farið 3 í tengi og 2 út alopið. Takiði eitthvað. Algjörlega. Eitthvað. Bara verðið að prófa eitthvað. En, og retakið síðan bara B-seta eða fara þangað. Þú veist, það er miklu auðveldar að sæta að retaka heldur en hitt. Algjörlega. En já, þeir ætla að hraða tempóið í staðin fyrir að hlaði í þetta default. Já. Þá ætla þeir að labba þetta yfir. Rex fyrsta killið komið á blaðið. Það þurfti bara vappa í hendunar. Já, og 11 ránd. En, já, þetta aftur lítur þetta ekkert rosalega vel út fyrir Tension. Góðu molli þarna, raklið svo sítspónu. Þetta hægir á þeim töluvert. Ó, já. Hvað er að gerast? Eru þeim í GPS-snitt bara á öllum leikmönnum? Íso klórar þetta baka, búin að finna 2 en fellir hér.
Edison heldur inn í Másson, tekur þetta en núna verða hann einfallega að bakka, pressa er ekki að fara að ná neinu með þessum vappa. Það er að halda honum fram í næsta ránd en Edison, hann ætlar ekki að leyfa því að gerast. Ó nei, það væri draumur fyrir Dusty að ná báðum byssónum hér. Wow! Edison! Hann er í partískónum, drengurinn! Hvað gengur á Dest núna? Lifir hann í horninu, það gerir hann. Edison, þvílíkt skoti á honum. Þetta var það sem við köllum Jiggle Peak. Gamla góða Jiggle Peakið og BOOM! Edison Peak, einhver að búa þetta til. Strax. En já, Snirtilegt. virkilega. Jón. Það er bara allt búið að vera snirtilegt hjá Dusty enn sem komið er. Þetta er eins og bara, ég veit ekki hvað, Airbnb sem ég gist í, allt svo snirtilegt og næs. Já, algjörlega. Airbnb. En já, þetta, ég veit ekki, hérna, kannski er þetta breyta sem að þurfti í ísópun að finna Pandas hér, þá Þór einn eftir hana aftast í B-lobbyinu, fær 2 grunur í sig, 63 AP. Skemmtileg, Sjá Rafle. tilhörina, Rafle strax komin yfir, hann þarf að leita, strax back upp í komið. Wow, það mátti ekki mjög muna þannig að Já, hársbreytt frá þessu. það er einhver að blikka yfir heldur hér. Þetta er það sem að hins vegar þurfti að gera, strax þurfti að finna þetta kill og það skiptir engum máli. Steppi Kókó kemur bara vaðandi út, finnur hann hér. Og Fyrir mér þetta flassi beint upp í mollin að fara, hann þarf að nota smókin. já, Að hreyfa sig í kringum hann. Ísó, hann er samferður, hann sé alla. algjörlega Ísó, hann er að gera vel hér fyrir upp á silluna. Og hann komur sér í góða stöðu. Og hver er með honum hann? Það er Pressi og Dest, þeir eru báðið tilbúinir í backup. Er þetta Ísó Kókó að gera allt rétt hér. P250? Já, já. Skiptir engum máli hvaða byssu þeir eru með núna, þeir eru að hitta öllu. Já, bara hverju einasta skoti. Já, já. Þessu hér líka Þór búinn að finna blikk og þetta er hins vegar það sem að þurfti að gera stærst. Hefði þurft að ná 2 hér til að vinna þetta ránd auðveldlega fyrir Tension. Hann er komið að Pressi, hann er að róta þetta núna yfir á A-ið, bomban að fara hann í A-lobbyið og Kókó, hann er komin beint fyrir utan Faró. Það á bara ekki að sjá til sólar fyrir Tension menn. Þetta var rándið. Já. Þetta var rándið sem að leit út til að enda Tension megin. Þeir voru 4 á móti 3 held ég alveg pottitt. Kókó með hann í rassvasanum hérna, heyrir í honum í miðvinni, rótið hana yfir að þristinum og ætti að ná honum. 12-0 Já, komi það er bara nákvæmlega þannig. og já, þetta það er ekkert til að greina í þessum leik. Það er bara allt að virka fyrir Dusty og ekkert fyrir Tension, ekki neitt. Bara poppið ykkar, náið í Red Bull og 1 vasklas og njótið sýningarinnar. Það Já. er bara nákvæmlega það sem Dusty er að bjóða upp á núna. Dusty er að bjóða upp á kennslustund og ætla síðan að faxa gamla góða tékkaheftið upp í raskati á Tension eftir hennar leik fyrir kennsluna. Ekki? Já, ok. Ég myndi gera það, hygglust. En ég hef svo sem aldrei unnið svona stórst í deildinni. Bara unnið mjög lítið yfir höfuð, þannig. Þú hefur unnið leik samt, þú skalt ekki taka það þér. Já, já. En það er, Ég hef aldrei unnið leik í þessari deild. ég vann ár, sko. Ha! Ég er basically deildarvinnur út í ég vann ár og þeir unnu Dusty. Þannig séð. Ætlarðu bara að taka tímavel, vinna Ármann fyrir 3 árum með ras. Þeir vinna Dusty á laugardaginn þar seinasta Já, og fá þessi deildameistari. Já, basically. Þetta er bara Ég meina, same, Back to same. the Future númer 8 sko. Same, þannig séð, sko. Svona þinna plottið helviti mikið á þetta sko. Já, ég meina ekki eyðileggja góðu sögur með sannleikanum, en sannleikurinn er þannig að Tension eru líkast að enda 13-0 undir og það lítur ekki vel út, Tómi. Nei, alls ekki. Blikk og Rex með riffla allavega í höndunum geta mögulega gert eitthvað einna, en engin kitt. Nei. Það er ekki gott. Ekki gott. Mjög ódýrt frak sem Rex nærna. Rafle með rífraki. Þá er Blikk 1-2, Edison og Rafle. Edison tengi, Rafle í lobby. Já, gott sem ógerlegt ránd fyrir Blikk að vinna. Úr þessum stöðum Edison og Rafle að spila þetta frábærlega. Gefa engan séns á sér
búin að finna þetta sem hér en tíminn, hann er bara allt og langt farin, bomban er búin að tikka og tikka helling. Og Rafle finnur frakkið. Við heyrðum að pípið breyttist öllítið, það er 10 sekúndna viðvörunin þegar það er 10 sekúndur eftir að bombunni. Ó já. Ef þú ert ekki með kit, þá ertu ekki að fara að ná diffjúsa. Ó nei. Þetta er það sem að fólk var yfirleitt að nota þessi music kit, svo kölluðu í. Já. Eða, Mér finnst það mjög þægilegt fyrir 10 sekúndna viðvörunina. já, Mjög algjörlega. þægilegt. Ná, ok, þetta er búið. Ég er bara fann. Bless. En sko, já, mikið maður fekk ógeð af Easy for Ends, þá saknaði þess núna. Já. Þetta tegur bara allan skaðan í mólunum og honum er alveg sama blikk núna að reyna eitthvað stórfenglegt en finnur ekki neitt nema að skaða. Opna Já. eitthvað aðeins þarna á A-sætinu. Já, þetta er ekki að líta vel út, Tommy. Ekki eitt einasta ránd komið. Já, þetta gæti að verið. Komið 2 niður og 2 lágir núna. 1 lár, fyrirgeðu. Ok, þetta lítur strax betur út hér. Þetta er vonandi rándið sem að Tension þarf. Blikki komin í bak. Finnur Rafle, það voru Kókó og Pandas 2 eftir. Ég myndi aldrei að skrifa þessa 2. Ekki eins og staðan er núna og ekki þegar Ísó ætlaði að gera þessi mistök. Ætlaði að klíra bélóbið, ætlaði að fá rótið yfir á æð auðveldlega. Smókin var að feita. Já, þetta hefði mögulega verið gott play. Hvað gengur á? 2 á móti 2, allt í einu. Pandas núna komið fyrir utan bélóbið. Ég á ekki orð, Tommy. Dest ón í tenginu. Hvað er ekki? Hann er fundinn. Það er pressi einn á vappanum. Hvað gengur á? 13-0, Tension 4 á móti 2 og er að henda því frá sér. Já, það er bara gjörsamlega hent þessu. Rándið, já, svo gott sem að renna út núna. Bomban 1/4 búin að henni pressi með vappa í höndunum. En hann er ekki að fá neitt frítt, Ekki neitt. Alls ekki neitt. Og ekki ránd heldur. Og, þú veist, við erum búin að tala um það Ísó og Dest, þessi gaurar eru búin að vera frábærir í deildinni. Hafa verið að spila erlendis með svona góðum liðum, alvöru liðum. Já. Það er ekki að sjá hér. 13-0. Já, það er bara, það er ekki róð í Dusty liðið. Ó nei. Og sést líka bara klárlega þegar þú lítur yfir fröggin hvernig þeir eru að dreifast. Það er hver einasti leikmaður Dusty að taka þátt í einu og öllu. Hver einasti leikmaður er búin að eiga entry, búin að eiga play. Já, algjörlega. Eini sem stendur aðeins uppur Dusty er Steppi Kókó, hann situr á 17. Kókó er búin að eiga A-sætið. Já, algjörlega. Hann er búin að fá frí frögg og Enda búin að eiga mjög góða tíma. Já, algjörlega. Enda Rex, hann er bara ekki skjótandi á serverinn eins og staðan er núna. Steppi Kókó segir bara já takk, ég er til í að startspatta aðeins og halda áfram að búlja aðeins. Já, ég meina, ef að þú ert að fá auðvelt sæt, að sjálfsögðu ferða á hann. Að sjálfsögðu. En samt er Dusty búinn að þetta B-megin í mappinu. Oftar en ekki, þeir eru að fella aðeins, fá rótiti frá miðjunni, veikja B-sætið, rótiti ekki til staðar og jafnvel búin að ná einu pikki í millitíðinni á B-inu. Algjörlega. Þetta er bara mjög einfalt. Gamli góði masterklassin. Þetta, hérna, blikk, búinn að finna Kókó. Þetta gæti orðið rándið. Vonandi. Þú veist, vonandi. Bomban, hún er lengst í burtu, það þarf að sækja hana. Hún er fyrir ofan terstigan. Algjörlega. En veist, þetta er vonandi fyrir þetta 14-1 þessi leikur. Ég er svo innilega að vona að Blikk búinn að finna annan. Hann er að ná að klóra þetta ránd tilbaka fyrir Tension. Eða ekki tilbaka, bara ná að klóra 1 ránd fyrir Tension. Pressa halda lobbyinu, þeir eru 3 á móti 5 núna. Ekki búið að gera skaða nema á Blikk, hann situr á 45. Þeir eru konum með bombuna. Algjörlega. Og 2 smóka sem að koma núna í miðjuna. Ég er að gera lætið henni í miðjunni, búinn að smóka djúpt Raflega að leita henni á bíðinu, finnur hann ekkert nema kúlu í ennið Ísó. Og þá voru þeir 2. Gætu einangrað A-sætið hérna. Blikk er bara að halda þristinum. Og
Blik fær ekki neitt nema smá damage hana í hliðina og Edison finnur frakkið, finnur hann annan hér, það gerir hann ekki. Fyrsta rándið komið verið Tension, 14-1 Já, Tommy. 14-1 og já, þetta er erfiður róður. Þetta lítur alls ekki vel út fyrir Tension, en þetta er termap, skulum gefa þeim það. Já, Ekki 14-1. Já, bara ekki 14-1, nei. Ekki 14-1 termap. Nei, þetta verður þungur róður tilbaka, virkilega. Já, það verður að segja. Dusty með báðar hendur og mögulega búinn að kreista stóru tánna líka í kringum hennar leik. Algjörlega. Það þarf að kreista helviti marga fingur og tær til að vinna eitthvað hér. Þetta eins og verður góð fyrir Ísó búinn að finna 2 Rafle svarar og Þór búinn að finna líka Rafle að finna annan. Hvað gengur á í þessu rándi? Þetta er bara hrærivél í miðunni. Algjörlega núna Rafle 1 eftir á móti 2. Finnur hann eitthvað hér? Ekkert. Enn sem komið er veitamannunin sem var fyrir utan BLB. Heyrir hann í honum rótita terspón? Nei, það gerir hann ekki. Pressi, hann er ennþá að taka fætir í stiga. En hér Rafle. Þeir að kíkja saman, Tommy. Finnur Rafle ekkert. Þarna nema kúlu í ennið. Og annar rándið, Tenso komið 2 röð. Já, bara þökkum Guði fyrir það. Ég held að þetta er nailbiter af leik. Það þarf 12 ránd í röð frá Tension. Já. Að lágmarki. Já, það er stór bón. Mjög stór. Ó, já. Byrjum á því anti-ígóðun allavega. Algjörlega. Það eru 5 grensur. 5 grenur í höndum Dusty. Þeir eru allir amen, Tommy. Þeir ætla að bíða. Ætla að grena stigan. Fyrsta grena í stigan komin. Lítið damage eins og það voru tilbúinir í þetta. Tilbúinir í eitthvað svona play, en þetta var bara 1 af 4 þarna á B-inu. Algjörlega. Já, hann er fyrir gjöð. Algjörlega. Og þeir ætla bara að bíða rólegir. Ef bomban fer niður B-megin, þá bara bíða þið samt. Rafle sendur í leiðangur. Búinn að droppa greninu sinni yfir á Þór. Finnur 1 mann hér og sér ekkert annað. Það voru rotate, full rotate yfir á B-ið. Hér, Þór búinn að finna 1. Pressifeldur, fær Gimins AK. Það eru grensur í play hérna. Ó já, ekki gleyma því. 1 fær í grena, 2 grenur eftir. Það er bara þarna að finna ekki neitt. Örleiki og test hvort þetta hafi verið grensa eða uspuskot eða hvað sem þetta var. Já. En þeir ættu að bakka með hennan AK allavega, leyfa Edison og Pandas að reyna að finna eitthvað á sinnsnúð. Algjörlega. Vilja kannski spila svolítið í kringum Þór hér, leyfa AK-anum að finna ef það kemur einhver og fá byssu þá í staðinn. En þeir eru bara að passa upp á hann, þeir eru svo lífverðir hann í kringum hann. Það bara lífvarða staðan, sko. Já. En 3. rándið komið í hús. Það sækir mig að vera lífvörðurinn hjá Þorstein F. Þú getur prófað að sækjum bara á eftir kannski. Hann er náttúrulega hérna niður í Arena, við skulum ekki glemma því. E-mailið hlýtur að vera Þór 1,49 HDI rating @gmail.com. Hann býr alltaf nýtt og nýtt. Þetta var dýr brandari, sko. Þetta var hræðilegt. Hann var komin svona the full circle. Hann var orðin lélegur þannig að hann varð ógeðslega góður í staðinn. Já. Ég ránaði með þetta. En hér, þetta ránd mun skipta öllu máli fyrir Tension. Fyrsta gunróndi, pressi fremstu með Mark 10. Hann er feldur hér. Kókó þarf að taka á móti 3. Klassi gott. Það er allt á eldi, allstaðar, Smókurinn kemur þetta fram og Þorsteinn, hann er komin rótitið. Það hellir mönnunum tilbaka á Edison. Nær það fyrsta, nær hann fleirum. Sjá hvað hann verður að spila þetta fallega, hann á baku pillarinn, finnur einungis 1 og er feldur. 3-3 núna og það er alveg upp á hár vitað hvað þeir eru að gera. Algjörlega, en sjáðu Þór, hann er komið framalega í alabí, hann gæti komið í bakina, hvað og hverju? Efast hann sé að fara að gera það. Hann er alveg 1 á A-inu. Það er engin nálagt honum. Algjörlega, en gott að blessa það eiga alabíð svona djúft. Það er bara safe. Það var mjög safe, þrátt fyrir að þið myndu koma miðju og
hella sér inn á A, þá á hann ennþá lobbyið og það gerir retakið fyrir hina Rafli og Pandas töluvert auðveldara. Já. En hann ætlar að bakka á lobbyinu og taka sér stöðu annar staðar meðan Iso og Ko að labba þetta miðuna. Ætlar að fara þristinn, sáu þeir þetta í hann? Nei, ég hugsa ekki. En hér, Pandas, hann núna að klóra sér eitthvað á hausnum, gætu verið í miðju, gætu verið búin að pússa þristinn svo sannarlega. Þeir eru bara komin inn á AE3 og þeir vita ekkert af því, Tómi. Þorsteinn, þeir hitt á tímasetningu. Þorsteinn þeir ekkert þá. Og Feldur Pandas búinn að finna einn hins vegar tilbaka núna. Bakka líka, 2-2, Rafli komið blikk og þá Iso. Hann einn upp í heaven. Og hittir á godlike timing hér. Hér í Rafli þarna og Pandas, Mark 10 í höndunum, finnir 2. Gamla góða engulið hjá A-akkerinu. Byggir 15. rándið fyrir Dusty. Gæti bara verið að sigla þessu þægilega á móti gríðarlega sterku liði Tension, 15-3. Já, þetta hefur gengið heldur betur þægilega þetta fyrir Dusty. Ætli að tapið á móti Ármann hafi kveikt svolítið í leikmönnum. Já. Ætli það ekki? Ég held að þegar þú sigrar aftur og aftur þá eiga hlutinni til að vera erfitt að peppa sig fyrir leikin. Já, bara svona vani. Já, fyrir bara leik, þá erum við bara hér, Edison að finna Dest. Áhuga að vera smókur. Misklikk, við gefum honum það. Skil hann ekki. Svo spottar Þór þannig í miðjunni. Þór mollar þannig í miðju. Allt rólegt eins og er. Tension manni undir í rándunum sem að skiptir öllu máli. Tapi Tension þessu rándi og eru búin að tapa leik. Já, og þessa ansi mörg ránd sem að vinna sinn fyrir grensaðna smókin en fá bara nákvæmlega ekkert upp úr því. Molli inn í til Edison, ekkert rosalega mikið aftur. Erfið staða hérna fyrir Edison. Já, ok, Molli góður, virkilega góður Molli hér. Blikkir með einu Mollan. Reyna að finna eitthvað. Anna Molli, þetta er bara Þetta er Mollastríðið. Já, þetta er svarthól fyrir Util. Ísland í dag. Og hér maður í bak, Steppi Kókó finnur einn, Iso fellir hann um leið. Edison núna tilbúinn, hann ætlaði að svinga á Tómi. Hér finnur blikk, bara pressi og Iso, 2 eftir á móti 4. Já, með bombuna, báði fyrir utan tengið akkurat núna. Fyrir að finna Edison og Pandas, Rafli fyrsta rotatið, hann situr á sítspóninu. Edison viðbúinn þetta og það er bara double spraydown fyrir Edison, 16-3 niðurstaðan í Tension Dusty. Þetta var klassa leikur hjá Dusty. Bara þvílíkir yfirburðir hjá Dusty hér. Þvílíkir. 16-3 móti Tension liðið sem er búið að vera svona Spútnik-liðið. Já. Klálega, það er engin önnur orð yfir það í rauninni. Þeir eru búin að vera Spútnik-liðið í ár og Algjörlega. Ég meina þeir eru búin að sigra Atlantic Þór, þeir eru búin að sigra IBF, Saga og IA, Saga og IA svona mid-table lið og gera það mjög samfarandi, þannig að það er spurning hvað verður Tension akkurat núna. Það vantaði dálítið upp á, fannst mér. Dálítið? Bara upp á að spila saman. Algjörlega, það vantaði bara, þú veist, þetta er ekki sama Tension-lega við höfum séð síðustu daga, þú veist, eða í síðustu leikjum. Heldur við höfum fengið annan leik, höfum við farið í Mirage? Mögulega. Það er erfitt að segja til það, skilur við, en það sem að Dusty eru búin að gera svo ótrúlega vel, trekk í trekk, er að þeir eru búin að vera svo góðir að nota defaultið sitt, termin, til að búa til pick fyrir sjálfan sig. Og ég meina að það hjálpar gríðarlega mikið þegar Kókó er á heater. Já, bara klálega. Sem er sennilega maður leiksins. Myndirðu segja það? Já. Er það ekki bara official? Jú. Það held ég alveg pottið. Kókó maður leiksins. Alveg pottið. Kókó maður leiksins. Já, jú. Við gefum honum það. Já. Ég fer og rífa aðeins í hnakkadrambið á honum eftir. Af hverju ertu svona góður í CS? Hver veit. Óþolandi, sko. Það er bara... En, Tómi, ef þú lítir aðeins til vinstri,
Eigum að ræna einu manni hennin? Við ætlum fyrst að kíkja á nokkru auglýsingar og síðan verður eitt ískalt viðtal. I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Verið hjartanlega velkomin í nýja þáttaröð af spurningaþættinum Viss. Það var líka svo epískt svar við svona epískum spurning. Ég veit þetta vegna þess að ég horfði á gamla filmu minn. Bara flottur og fram að alltaf opinn að bakið. Þeir eru góð. Lyfti mér upp. Þegar 1 millisekúnda skilur á milli lífs og dauða, skoðaðu úrvalið af leikjamúsum á elko.is. Fylgist með endurnýjun og fæðingu hinna ýmsu rýma í höndunum á Ragnari og Hönnu-Stínu. Þetta fullkomið útsýni en íbúðin ekki eins fullkomin innan. En við ætlum að laga það. En eftir 2 ár ég búinn að halda 0 partí, 0 matarboð. Eiginlega bara iðnaðarmenn sem hafa komið í heimsókn. Eina sem ég vil bara nýtt eldhús helst í gerð. Og að það verður að passa við gullna drottninguna hérna. Og það svo mikið til að flottu og geggjum efnum núna að það eiginlega bara mjög erfitt að ákveða sig. Og kannski hafa það svolítið svona spalegt því að þetta verður ekki bara, þú veist, herbergi fyrir hjónaherbergi, þetta beint út í pottinn líka. Það var gaman að við vorum í vandræði með innganginn og þú komst með þetta skotum að gera hann að boga. Já, nú sérst bogatímabilið mitt. Við erum bara hérna úti í miðri ferðamanna á. Svo þessi veggur hérna, einhver veggmynd eða kannski fá listmálara til þess að gera eitthvað eða... Stjörnubjartur himinin með satsflísar. Blönduntakið, það svona allt komið til áherslu? Já, það verður að hrynja flísar. Ekki missa af Bættum betur á sunnudögum á Stöð 2. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur, Ljósleiðaradeildin heilsar. Við erum komið brakandi viðtal við Þorsteinn Þór í sigur Vímu væntanlega, komin úr góðum sigurleik. Já, klálega. Það gekk mjög vel. 6-3, það er kannski vægt til orða að tekið gekk vel. Já, bara svona mikið sem síðustu 2 vikur erfiðar hjá okkur. Tapandi Ármann og hanni og við erum búin að læra mikið sko. Við náðum að nýta í dag sko. Hvernig, þú veist, núna ætla ég kvóta besta Dóa Critical minn. Tapleikið, þetta er náttúrulega, það er erfitt að tapa, sérstaklega þegar þú ert King of the Hill, eins og maður segir. Hvað tekur þú úr þessum leik inn í til dæmis, út af náttúrulega mæta þeim í öðru mappi og eitthvað þannig? Já, þetta meina það bara hvað tekið úr Ármannleiknum í þennan? Já. Bara komum betur undirbúnir, vorum ekki nóg undirbúnir í Ármannleikin, við vorum ekki mentally undirbúnir eða bara inn á server undirbúnir. Við svona
við gerðum ekki nógu mikið, skilur, og svo líka bara að horfa á leikinn og þú veist, ég sá bara Ármann spiluði bara miklu betur en við og við lærðum bara af þeim leksíum, skilur, og það bara, þannig verður maður bara betri, skilur, með að tapa og læra því, sko. Algjörlega, þetta að horfa á leikinn og læra leksíu, gamla góða, læra leksíur. Já, ég meina, fyrir náttúrulega þess að strákar sem eru að koma inn úr Atlantic, þá náttúrulega bara Þorsteinn hlýtur að vera bara einhvers konar skólastjóri þarna. Það bara hlýtur að vera. Algjörlega. Það veit ég ekki. Já, svona, ekkert alveg þannig, sko, það er svona... ekki þægileg viðbót þessi tveir, Rafleig og Pandas? Jú, geðu ekki, sko, það er bara ekkert eðlilega næs að vera með það, sko. Þeir eru svo tilbúnir að spila og eru alltaf inn á TS að tala og alltaf hægt að fá þetta að horfa á demo og þeir eru bara alltaf tilbúnir í allt, sko. Þetta er nefnilega áhugaverður hlutur við svona lið, þú veist, eins og við tölum náttúrulega, þú komst hérna aðeins fyrir á leiktíðina og tala náttúrulega frábært að hafa Dettinate og Bónda í liðinu, en mér finnst svona eins og þessi tvei leikmenn, þeir hendi kultúrunum ykkar aðeins betur. Já, bara svona upp og bara svona, við erum bara svona vinahópur, skilur við erum bara á hverjum degi saman og þú veist, erum alltaf að fara í bíó eða keilu eða púl eða eitthvað, skilur við, sem er ógeðslega mikilvægt fyrir mér að í liði séu allir vinir, skilur, og við erum bara, þú veist, ég og Edda Steppi erum búin að vera saman í liðin bara í 5-6 ára eða eitthvað og svo eru Ása og Elvar búin að vera bara síðan í Dusty Academy saman bara fyrir löngu og þú veist, þannig þetta orðið, þú veist, alveg vinahópur, skilur, og það er bara mikilvægt ef það ætlar að vera góður, sko. Virkilega mikilvægt. Já. Já, vinaböndin eru góð, þá eru komsin líka bara 10 sinni betri. Já, bara tröstið meira, hægt að segja meira, þú veist, ef einhver er að klúðra einhverju þá er auðveldar að segja við hann veit þú gert þegar ráðast á hann, þið eru vinir, skilur, og þannig dæmi. Það er ekki persónulega. Nei. Já, líka öðruvísi, þú veist, þú ert aðeins að tóna þig fara öðruvísi í hverja leikmenn, skilur eitthvað, lærir betur inn á einstaklinga þeir eru vinir manns og svona. Já, eins og þegar maður er að spila með þér, maður getur ekki að Tommy Djur þetta fokki lélugur, því að þá brotna borðið í Vesturbænum og allt með því, sko. Þú veist, þetta er bara svona, skilur þú veist bara, farðu bara og hamraðan að gaur. Algjörlega. Það bara virkar. Mismunandi leiðir, sko. Já, nákvæmlega. Og ég held þú lærir aðeins meira þar. Einmitt, þegar þú segir það, alltaf inn á Teamspeak, alltaf þegar ég queue inn á Teamspeak-serverinn, var ég alltaf að sjá ykkur 5 inn á Teamspeak saman og ég bara, sjúl prakka einn maður. Ég er bara ekki tími í þetta. Oft erum við ekki svo prakka, sko. Við erum bara að chilla og spjalla og þú veist, bara gera ekki neitt einhvern veginn. Nú er ég geðið forvitin. Síðustu 2 vikur, hver eru klukkustundinar? Já, góð spurning. Ég veit það ekki. Ég bara ándið svo veit ekki hvað ég er með, sko. Það er svoleiðis. Heldurðu alltaf bara svona einhverju average, þú veist, í seasoni? Já, ég reyni alltaf að hafa svona 50-60 minnstalega. Af því, þú veist, annars finn ég bara aimið off. Það er kannski vandamáli hjá mér. Ég var í svona solid 35 í mestalagi. Yfir 2 vikur. Já, bara í mestalagi. Það er of lítið, sko, ef þú ætlar að vera, þú veist, consistent. En ég vann Ármann. Já, ekki ég, skilur ekki ég. Það er 3 ár liðin, sko. Er ég að fara að kalla mig Íslandsmeistari því ég vann 2007? Hvað er að segja? En þú veist, allavega skemmtilegt að heyra, þú veist, að þið tækli líka töpin, það skiptir gríðlegt máli og svona gott mentality auðvitað komið í liðið og þið sýndu það hér í kvöld, tension bara alveg láguð, það var ekki mikið sem þið áttu svör við. Nei, við erum búin að spila í qualifier svo mútið Ármann og þú veist, mútið Atlantic í qualifier, gekk ekki vel í þessum leikjum en þú veist, leið við töpuðum þá fórum við bara að horfa á demóin og lærum að þeim, skilur við. Þú veist, það er bara í staðinn fyrir að segja bara að við vorum ekki hitt í dag eða eitthvað, þá fórum við að skoðum af hverju það gerist og lögum það. Og í dag þá sýndum við bara að við erum að læra, skilur við, og við vitum það núna sjálfir og við fáum sjálfstraust, skilur við, og við höldum bara fram að byggja þessa building blocks, skilur við, af því við erum bara glænýtt lið þannig séð, sko. Er það að fara að tapa öðrum leik í deildinni? Ég ætla ekki að segja það, sko. Maður veit aldrei, sko. Það getur allt gerst. Maður veit aldrei. Það eru góðu lið, sko. Svo lengi sem að takið tapleikin ykkar og læra þeim, þá held ég ekki. Einmitt. Þetta er langt season, eins og við erum búin að segja 4 sinnum í kvöld og ekki nógu oft. Það er heilt round-robin og síðan er stórmeistaramótið og allt það, þannig að við eigum eftir að sjá fullt af Dusty og já, til að halda þessu spennandi, vonandi fáum við ykkur fleiri góða leiki. Já, ekki deild í ár, sko. Geðveik lið. En þá ætlum við að kíkja á liðið sem að lagði Dusty einmitt í senasta leik. Það er Ármann. Það er Hundsi, Ofvirkur, Kraken, Police Wonder og Gutti og þeir eru búin að gera góða hluti núna á þessi sísoni og mér finnst þeir eru búin að vera uppskera eins og þeir eru að sá. Algjörlega. Einfallega með því að já,
bara leggja tímana inn og eru búin að breyta in-game lítir. Mögulega kultúrin hjá þeim örlítið búin að breytast og þeir eru bara orðin svona einhvern veginn búin að byggja ofan á stóru hlutina sem gerðu Ármann svo ógeðslega erfitt lið að tækla. Já, og mér finnst líka bara eins og leikmennin sem var svona, þeir voru á server en það vantaði. Þeir eru að stíga upp núna og þeir eru að mæta með hörku. Shit, hvað Police Wonder er búin að vera ógeðslega góður á þessu sísoni. Bara 10 sinni betri en þú veist þegar hann var með mér liði til dæmis. Hvað er þessi gaur? Nákvæmlega. Ég langar samt að henda einum manni, þú veist ég horfði á allan leikinn og ég var ekki viðstaddur og allt það. Horfði á leikinn tilbaka, leikmaðurinn lengst til vinstri, hann var maður leiksins fyrir Ármann. Hann átti einn af þessum leikjum sem hann gjörsamlega þá átti engin sens í hann. Nei. Hann hitt á tímasendingar, hann var með spraydowns, hann var með bara reads og allt og þegar hann er on, þá geta þær unnið hvert sem er á Íslandi. Á Íslandi, já, góða punktur, já. En það er líka, þú veist, það er svo galið. Hann sendi fyrirleik, nú við erum inn í svona chati saman. Já, við erum í vinahóp. Hann sendi fyrirleik, það er að prófa nýja mús. Já, þetta var að mæta Dusty. Ok, bara gangi ég vel, eða hvað? Ég myndi ekki breyta mataræðinu mínu viku ef við varum að fara að mæta Dusty, bara það mun ekkert breytast. Það er bara, ég set sjampó í hárið og sný 3 svar, ekki oftar. Já. Þú veist, ég þarf að hafa allt í föstum skórðum. Hundsi, ný mús maður, ný upplaust. Það er samt svo, þetta er svo galið. Það er svo skrítið hvernig svona sumi leikmenn fungera. Þú veist, eins og til dæmis Hundsi, náttúrulega við þekkjum hann aldrei vel og hann hefur í gennum tíðina, hann er stundum að breyta sensi í miðjumleik. Hann er að breyta upplaust í miðjumleik, hann breytir mís ábyggilega í nýjuleik. Það er mér ekki svona óvart, strákar, getið pásað, ég ætla að skipta móðuborð. Já, bara, þú veist, það kemur ekkert óvart. Gaurinn er heftur þegar það kemur að því að breyta stillingum. Já. Þú veist, allir þessi old school gauðra, þú veist, Forrest, Getta, bara ekki breyta neinu. Bara consistency is key. Já. Hundsi bara, nei, alls ekki. Og síðan bara kemur hann alltaf breyta einhverju. Já, bara, það er lykillinn að velgengni Ármanns. Hver er toppmaðurinn minn? Mér finnst maðurinn sem að mér finnst vera stígandi í ofvi. Ég sammálaði þar, en ég ákvað út af því ég fekk ekki að horfa á leikinn live að það er Hundsi. Ok. Þetta er bara svona mín leið til að segja að hann var MVP í Ármannsleiknum. Já, algjörlega. Og hann var bara frábær og ég horfði aftur á hann leik í fyrradag því að ég kláraði Baldur's Gate. Það ætti hann að gera. En þannig að ég horfði hann leik aftur og hann átti bara frábæran leik. Já. Þeir að fara að mæta FH-liði í kvöld sem að ég held að séu klálega falir miðað við hversu góðir Ármann eru búin að vera í senastu leikjum. Þeir eru búin að sigra 1, 2, 3, 4, 5 leiki í röð, töpuðu fyrsta leika móti Þór og það var eins mjótt á munum og hægtir, 16-14. Var það ekki bara sparki í rassin, bara hei, í gang? Út af því þeir voru lengi í gang. Já. Þegar þeir byrjuðu að fragga, þá var það ógeðslega tæft. Algjörlega. Og eftir það 16-7, 16-12, 16-14 vinna á móti Sögu, 16-13 á móti Dusty og síðan reyndar í millitíðinni 16-4. Já, þetta er rosalegt, ótrúlegir. Já, klálega. Það er spurning hvort að við fáum að kíkja yfir á lið FH. Bara í kvelli? Wow. Það er Viktor, Wizard, Blaster, Mozart og Papo. Já, sko ég hugsa að það sé búið að teygja myndin á Blaster aðeins. Ég hugsa... Heldur það? Já. Er hann ekki bara búin að rækta það? Hann er ekki tvöfaldur á við hinnar. Það meikar ekki sens. Þetta er fermetrinn. Gamli góði fermetrinn. Það hljómar endur ekki illa. Já, þetta er enda viðnefni, gamall afbrunamaður. Var með viðnefni fermetrinn. Já. Það er annar afbrunamaður í dag sem heitir rúmmetrinn. Já, síðan er kötturinn og... Já, kötturinn. Spritlampinn og allt þetta dótmaður. Spritlampinn? Hvað er þetta að segja? Já, ég þekki þetta. Það er engin spritlampi. Ég get alveg lofa því. Nei, spritkern. Nei, það var eitthvað. Teygju tvisturinn. Teygju tvisturinn, hann er geggjaður. Sko. Já, hann er flottur. Sigluhesturinn. Já. Þetta er allt í alvörunni viðnefni, mér þess að. Ég ætla bara að minna fólk á það. Allt frábæri mennsamt. Algjörlega, og þetta er ekki leik, sko. Þetta er bara í alvörunni. Þetta er bara
Spritkerti, hvað segir kallinn? Hann er ekki spritt, það er engin spritkerti. Nei, ég vildi bara ekki koma með eitthvað, alvöru. Já. FH hins vegar, ef við tölum örlítið þá og rúmmetran hann í miðunni, sko, hann hefur bara ekki verið góður. Nei, búin að vera bara lélegur. Og við setjum ákveðna pressu á hann því að það er nýlega búið að fría hann upp eða ekki? Já, eftir því sem ég hef heyrt, ég ætla ekki að hengja mig á þetta alveg, en ég hef heyrt að það sé annar maður búin að taka við in-game líderstöðunni. Ég ætla ekki að fara nánar út í hver það er, kannski. Já, jú, Viktor, mér skýtsama, ég má alveg segja allt sem ég vil hér. Já, skiptir það einhverju svakalega máli? Nei, en þú veist, segjum sem svo að það sé það sem að skipti máli til að fá Blaster í gang, þá gerir maður það. Því að Blaster er, þú veist, a force to be reckoned with. Líka, let's face it, sko, Wizard, Blaster, Mozart og Papo. Þú ert með Mozart sem getur kolla play fyrir sjálf sem vappi. Já. Þú ert með Papo sem var basically bara vera við raskatið á og bara, vilt að ég jigglebyggi fyrst, viltu flassið eitthvað og hinir tveir gera bara það sem þið vilja. Nákvæmlega. Síðan runnar bara default og ef þú finnur á þér í eitthvað svona innst inni við beinið, herru, ég gæti þurft að breyta tempónu og bara gerur það. Algjörlega. Þú veist, það algjörlega, það verður gaman að horfa á þennan leik. Ef að Blaster er on, þarf að segja. Ef Blaster er ekki on, þá er þetta bara ekki leikur. Nei, ég held ekki. Þeir vinna Breiðablik, þeir vinna Atlantic í byrjun leiktíðar og sögu 16-12. Tap móti IA í Vertigo, tap móti Þór mjög stórt, tap móti Dusty mjög stórt og bara einfallega, já, leikurinn móti Dusty var ekki einu svona bara erfiður og líka móti Þór, þeir bara voru ekki til staðar. En hver er toppmaður minn? Blaster. Nei, ég hefði kannski að hafa það. Wizard, ok, það er þriðja gisk hjá mér í dag. Já. Wizardin, já, ég hef alltaf verið hrifinn á hann. Algjörlega. Mér finnst þetta að vera gaurinn sem að hefur sýnt einhverja svona hluti í þessum tapleikjum en vantar bara alltaf einhvern með. Algjörlega. Aldrei neitt með. Algjörlega. Og mér finnst það svo sorglegt og þeir geta gert það mútið Ármanni því að þeir hafa alveg hæfileikan í það en ég held að Ármann sé bara ekkert fara að leyfa það. Nei, það efast ég En ég held að það fallið svolítið á hvaða mappu förum í. Já, ef við ekki bara fá vídeóð upp og leyfa því að renna á meðan við tölum það. Hvert viljum við sjá þetta? Sko, Vertigo eru búin að sýna góða þetta þar, FH þarf að segja. Ármann vilja ekki vera Vertigo. Nei. Ég vil ekki fá þetta í overpass. Já, först banna með þessa Vertigo. Ég var til í að sjá Núk. Núk væri mjög skemmtilegt, en ég ætla að kalla það út. Ármann er besta núklega á Íslandi. Já. En ég hugsa að það sé besti sénsinn fyrir FH, ekki nema að sé Anubis, við erum náttúrulega að sé þá oft í Anubis en það verður ekkert gengið neitt rosalega vel. FH banna Ancient vilja ekki fara þangað. Nei, skilja vel. Nei, það er bara 100%. Inferno fáum ekki annan Inferno-leik, bara Þór sem að hafa spilað það á móti, hverjum að það aftur? Breiðablik, minnum ég. Já, Breiðablik. Alveg bara, það var rosa erfiður leikur á honum. En já, hvað er það eftir? Það er Núk og við förum í Ancient. Anubis. Það hlýtur að vera. Það eru 2 Ancient af það. Já. En við förum þá bara í annað hört Ancient. Nýja Ancient eða gamla? Nýja eða gamla. Anubis, bang! Það breyta það, Anubis. Það eru 2 Anubis í kvöld og þetta svona hamrar á því sem við erum búin að vera að tala um. Þetta er orðið rosalega mikið Anubis-deildin. Já, algjörlega. Algjörlega. Skemmtilegt mapp líka. Betra en svona flest öll nýjum öppin sem hafa komið inn í púlið en FH vinnan hífan og þau velja CT, Tómi. Eitt sem er skemmtilegt samt við Ancient, Anubis fyrirgefðu. Þetta er aðeins meira svona default heavy map. Þetta er ekki eins og þegar Núk var, þú veist, Núk er svo sérhæft íslenskt map á meðan Ancient er bara, Anubis er bara eins og það er. Algjörlega. En Anubis-deildin er komin í gang og við höldum áfram. Það er þannig, þeir eru komin bara inn í þristin eða bara bakbér, þetta er áhugavert, þetta hef ég ekki séð áður í deildinni. Gutti er búinn að finna 2 Pólis Wonder, 1 líka, hann er íhuga, hann stóð bara íhuga á alveg. Þetta voru 2 heilaselar að nutta sér saman að sjá hvað á ég að gera hér. Hvað er þetta? Já, ég taka. Já, þetta var bara svo mikið pæling á bakbér þetta. Yfirleitt þá bara, já, þetta, tekið þetta.
Ég er ánægður með þetta. Nei, þetta var rosalega. Þetta tók svo langan tíma líka. Ætli hann hafi verið að íta á eð og það virkaði ekki. Ég held að hann hafi verið að slökkva, já það getur þetta verið, eða hann hafi verið að slökkva á apanum sem er með svona Já, til að Ég entry. Ég entry, enginn til entry. Já, en 1-0 staðan FH undir eins og staðan í mappinu sem að þeir fengu að velja og þeir velja City líka. Þetta hættulegt þarna. Rakel með Bæson hana hinum einn. Já, þetta getur endað illa, en nei, býtu nú við. Hann er komin í hotnið þarna. Hann þarf að og hér. Vá! Og með fyrsta. Þetta er geralegt. Sjáðu hápið á Ármanni. Og Viktor búinn að finna annan og þeir eiga samanlagt ekkert í líf. Kraken einn eftir með 10 í líf og Bæson í höndar að finna 2. Finnur 2, en hann á 10 HP, Jón. Er þetta sjens? Nei, Bæson arguably lélegast af hvað er að gerast? Rílóta ekki Bæsoninn og Papo finnur þetta seinasta skot. 1-1 FH. Koma tilbaka. Second roundinu. Þetta er... Getum við séð util damage á þessu? Já, það gæti hafa verið stórt hér. Já. 140, nei, 200, 250, 135. Nei. Þú vorst að lesa í virðan dálk, Tómi minn. Það er 45 og 19. Já, 49. Já, það er búið að breyta þessu. Ég er ennþá í síð skóma. Þetta er nýr leikur, maður. Hvað er allir? Þetta er nýr leikur, allt svo gott og gaman. Já, heiðarlega mistök hérna, en þeir bara keyra aðeins í, nei, þeir er að hægja á þessu. Vita hversu langt er með að hlaupa, Blaster komin langt út hér. Fíla þetta, það er strax komin aggression í Blaster. Já, það er balls to the wall og Blaster finna eitthvað. Kraken núna að fara að kíkja hér í Blasteri, vill ekki taka þennan fælt. Fælt sem að er góður fyrir hann, vita núna hvað Vissa er inn á A-inu. Vissarði þar komið rotate til sín, það eru 2 komnir í rotate. Algjörlega, vilja ekki gefa A-sætið, það er erfitt að ríteka A-sætið, það eru 4 leikmenn Ármanns þar fyrir utan. 1 inn í alobíinu, það er Pólis Wonder með Tech 9 í höndunum. Smugur að hundsa, hittir hann vel í Vissart, hann er lár. Já, Vissart lætur heyri í sig bakka og Mozart kominn nálægt með Bæson í höndunum. 64 skot of terror. Já, þetta er slæmt þegar að það vantar armorinn, en það er armor á öllum. Algjörlega gott plass hér, Vissart lætur vita sinn og sæt. Mozart sem heldur Papo búinn að finna 1, finnur 2 og það er alltaf falla Ármannsmegin hér. Heldur betur, bombar að fara niður hérna, Báður að koma ekki með þristinn. Ofvirkur! Hittir hann á skotinu en eyðir allt og mörgum en hittir líki hausinn á Viktor. Hvað er á seiði hér? Blaster bara viltur, hleypur í gennum smókin alveg saman, hann ætlaði bara að drepa bombu og alveg saman með rest. Já, ég hefði viljað sjá chillið þarna, þeir voru með betri byssur þarna í höndunum. Algjörlega, en nú var ég að fylgjast of mikið með það sem var að gerast og ég sá ekki tíman. Mig grunar að tíminn hafi verið orðinn pirraður. Það gæti verið. Það minnst það make a sense með þau playið sem það var. Stundum missir maður þessi í aksjónunu, sko. Já, hundi að læna sig upp í smók á bíðinu. Fyrir rafmaks, fyrir aftan rafmaks. Blaster mólaður út og smókur hinum einn og Ármannsstráðinni þeir eiga rafmaks hér. Skemmtilegt til þarna og Gutti. Smókurinn feilar og það virknaði, hann feilar ekki, hann bara lengi að blúma. Ég var að grena í smókinn, það geti verið. Já, það geti vel verið. Hver veit, Jón, hver veit. Ekki ég. Stakkinn komir að nefnir á bíði, það er 1 inn í Faro og hini 3 eru að inn á sætinu. Og skemmtilegt hauskotana hjá Gutta. Já, erfitt að fá skottísið, þú ert ekki með armor. Krossirinn fer alltaf bara alveg út í rugl. Já, fyrir bara til fjandast. Þú ert ekki að recovera. Nei. Þetta með svo skemmtilegt animation á þessum hníf. Já, Valdsjón. Þegar hann heldur á honum í hendinni. Já. Ég geti þetta aldrei. Ég myndi missa táið að gera þetta. Já, ég bara missa eitthvað. Það er bara kristaltæri, sko. Já, 100%. En eitthvað, einhvern útlim. Einhvern útlim. Endum við á þar. Förum ekki ná nótið það. Nei, 3-3. Það er staðan. Já, Ármann, þeir eru konir núna með hreðjatök á þennan leik. Þeir eru vantilega að bíða til flassi núna, en þeir eru reyðirbúnir í nákvæmlega þetta. Hulsi þarf að taka mótið sér áfald ofvirk. Virkilega gott setup hjá Ármanni í akkurat þegar það eru 4 menn feldir fyrir Ármann.
Mozart með flankið hérna með deikluna. Hvað er að gerast? Ég bara hreinlega veit og meira að segja Pólus Vondir sem að nærunum. Hann ætla bara að klára allar 64 kúlunar. Hann heitti 3, 4 kannski. Hvernig er búið að arfleiða þennan Bison í 4 ránd? Ég bara... Já, og... Já, Pólus Vondir... Hann droppaði AK og tók upp Bison. Þetta gefur mig til kynna að Ármann séu kókristir og eru bara ótrúlega sigursælir í þennan leik. Þeir eru að bara spila Bison ránd eftir ránd eftir ránd. Spurning, kannski vita eitthvað sem við vitum ekki. Já, ég veit bara nákvæmlega það að Bison er hörmulega byssa nema að þú ert með 64 skot. Hér, Pólus Vondir kemur í genið Tristin, í genið Smoke, finnur fragg á Papo, Mozart og Vizard hins vegar jafna þetta, gera enn betur. Núna 2 Kraken og ofvirkur eftir á móti 4 mönnum FH. Kraken geti átt tímasningu hérna, hann bara jafna Vizard með hann í gegnum Smokeinn. Vizard, hann sér ekki Smoke, galdrakallinn, hann var ofvirkur. Eftir, wow, þetta voru 2 mjög fljót skot í hausinn. 4-2 ennþá fórusta á Ármann en þeir ætlaðu að, sko ég skil nákvæmlega hvað þeir reyndu að gera. Já. Þeir vildu bara berja það niður þarna og taka alla pissurnar að þeim og setja þá upp í vegg. Algjörlega. Því að það er ógeðslega erfitt að verjast gegn svona hröðum playum. Já, algjörlega. En þetta er góð sviti fyrir FH að þeir ná að stoppa þetta. Algjörlega. Og sviti varða það í tactical timeout hjá Ármanni. Þeir ætla ekki að taka sénsa. Þeir eru búin að henda þessu 2 rándum og ætla ekki að henda fleirum frá sér. Ég er ótrúlega hrifinn af hvað Ármann eru búin að gera núna senustu leiki. Þeir eru að nýta þessa pásur. Sama hvort það sé bara aðeins til að anda og bara strákar, þetta gekk ekki vel. Ó nei. Við skulum bara hverfa aftur í defaultið. Skulum gleyma þessum Bison í bili. Og ég menna það er 4 AK og 1 vappi, ofvirkur komin á vappan. Já, það verður spennandi að sjá, er ofvirkur enn og aftur á eldi á vappanum. Blaster á 0. Já. Dísulinn gamla góða. Þetta getur verið mistök, Blaster feldur, hann er ennþá á 0 og 0-5 var það full. Þetta voru bara mistök, algjör mistök. Að vaða þarna út í bara OPG-ða á vappa. Þú veist það er vappið hérna minn. Verður ekki ráð fyrir í þessu rándi. Helviti góða líkur eða allavega. Viktor rýfur uspuna þarna áhugavert. Það er B-side tekið af Ármanni. Smókar og mollar allstaðar og Gutti er bara komin inn í far. Djúpur smóku líka, þetta er algjörlega ógerlegt. Góð grensa þarna á Papo. Tekið niður 45 og þeir ætla að bakka lengst í burtu. Þetta er CS. Kastar grenu bara í einhverja spýtu og grenan fer bara aftur á bak. Hann ætlaði að grena í smókin. Ný viðbót í leiknum að þú getur grena smók og hann hverfur tímabundið. Fyrir þá sem ekki vissu. Þeir eru búin að sjá mjög mikið af því. Papo í skemmtilega stöðu. Nei, Gutti, finnur hann þarna og finnur líka vappan og Mozart. Gerir þetta eins stýrt fyrir það og mögulegt er. Já, þetta er ekki gott fyrir FH. Nei, þetta er mjög slæmt. En núna eru FH ennþá meira vesinni. Sjáu peningin á þeim, þeir eru, tóku, tactical timeout, eru að hugsa, eru að fara að kaupa Papo 2-4, restin á 4-4, cirka. Þetta er lélegt kaup. Já, mjög. Ég segi, ef ég væri að stjórna FH megin, kaupið ykkur deiglur, ekki meir. Deiglur kannski flass á 2 til að gera ykkur play, ekki meira það. Ekki kaupa í þetta ránd. Þeir eru að fara að kaupa deiglur, armor, nei, Master keypti M4. En ég skil ekki pælingunum baku að sjá peningin Ármanns megin, hann er nóg til. Ef þeir sigra ekki rándið og lifa með 3 byssur, þá var þetta slæmt kaup. Já, að sjálfsög. En þetta, ég ætla bara að segja að þetta er alltaf slæmt kaup. Alveg sama hvað gerist. Og þú veist, átti ekki að kaupa í þessu rándi að mínum mati. Ég sammála því. En þess vegna ég ekki að spila deildinni kannski. Það
Það alltaf gaman að vera svona armchair leiðtogi. Já, algjörlega. Backseat driver. Já. Gamla góða. En þeir vita núna að þeir eru kaupu ofvirkur dingaðinu í 22. Vildi bústa Kraken hann að Kraken segi nei. Ómögulega takk. Í góður. Já, og þeir virðast ætla enda B-main kannski að Hundsi geri eitthvað vesen hann A-main, en þeir bara bakka A-main, allir. Allir 5 ætlaðir að enda á A-inu úr þessu sýnist mér. Virkur með vappan. Smókur í miðina, Habu kastar honum, vita ennþá vappinu í miðinni út af skotinu á Virk. Smókur fyrir bjöð, bara ekki góðu smókur samt, mjög djúpur. 1 flass inn í lobby, það fær mann til að róta þetta yfir Mozart, hann á hraðferð yfir á æð, annað flass hér frá FH inn í alobbyið, Vizard að koma sér í góða stuð hér, finnur hann 1 mann, það gerir hann að bakka. Það gerir hann að gera enn betur, finnur Gutta líka. Fær flassin að bakka og núna eru þeir í vesinni með öll trompin. Algjörlega Ármann í vesinni 3-5 og þeir ætla gegnum Ramax 2 af þeim. Reyna að bjarga þessu nátti 23 sekúndur eftir á klukkunni. Þurfa bara að finna skotin. Mólurinn að kemur fyrir sítspónið Kraken. Þannig að fara hérna upp tengið og finna frögginn. Blaster hinum einn. Finnur 1 Blaster feldur, hann ekki komin í gangi ennþá. Það ykkur úr lobbyinu, nærðna Papo, 3-3 núna, HP klárlega FH megin. Sá hann ekki mannin fara upp á sillu hér, Viktor, hann hlýtur að hafa gert það, hann veit hann núna, Kraken fyrir aftur á defaultinn, fær flass þarna. Býr ekki til. Gott flass en Viktor nær fragginu. Og Virkur vinnur hann þennan fætt, nei, gerir það ekki, þá er að Hundsi 1 eftir á móti 3, Mozart og Viktor hér að kíkja hann, þeir hafa betur á móti Hundsa. Næra einangra fættin en einfallega nær ekki að fella leikmennina og FH uppskera 3. rándið sitt og ég meina það gera nákvæmlega sem við byggjum á þeir kaupi þessu rándi og já, vinna með 3. Gera gott úr þessu rándi en ég hugsa samt að það hefur verið mistök þótt að þeir vinna rándið að kaupi þessu rándi. Ef það make a sense. Já, þú veist, á blaði. Ef þeir hefðu tapað þessu rándi þá væri þeir í doublespari. Það ekki gott. Sem aldrei doublespar heldur. Nei. Forsar. Já. Það nefnilega málið. Svona býðu eftir 12 ránda, maximum 12, þá er þessu refsað alveg harkalega og gerir eitthvað svo leiðis. Ójá. Og ég orðinn virkilega spenntur að sjá það. Þetta ekki réttur smókur. Nei, þú getur fram fyrir hann og þetta, ég veit ekki, kannski þetta óþægilegt inn í eitthvað. Já, en hann á að loka fyrir hurðina CT megin. Gutti að reyna að sjá eitthvað í þessum smók, það bara einfallega ekkert til að sjá. Greinar út Ramax. Það er Molla tilbaka. Viktor á ennþá smók, getur smóka fyrir BLB sem að gera hér. Springur á undan terrasmóknum að segja. Það er að útiloka BLB eins og staðinu núna. Pólisvond er alltaf að Molla Apex. Eða Sillu, aftast á Sillu, það er Blaster. Það er bakkur á sér stöðu. Gutti! Gott entry hérna inn á sætið. Viktor 1 eftir núna, Hundsi finnur hann. Og B-sætið gjörsamlega liggur. Nú ætlar að grensa hérna smókinu, hér sjáum við það. En það eru 5 leikmenn Ármanns að halda mjög fast í taumana á þessu B-sæti. Já, og FH-menn, þeir vilja bara spara hér. 3 byssur yfir í næsta ránd. væri virkilega gott, en Hundsi var hann að leita. Ég var náttúrulega allan peningin, en þarna finnur Mozart hann. Algjörlega, þeir mega að missa einni viðbót, ekki meira. Ármann stráðinni þar að segja. Já, Mozart er með þess að koma línuna þarna inn á og ég hugsa að Ármann þeir ætla ekki að reyna meira í þetta. Þeir eru bara sáttir með rándið 6-3. Algjörlega, eiginlega að forsa FH að kaupa hér og eiga þá lélegt kaup og mögulega að gera þetta auðvelt 7. ránd fyrir sig. Mögulega. Með endri þarna á Blaster. Já. Blaster er á James Bond. Já, eða Ames Bond og það er ekki 0-0. Ekki lengur. Það er búið að breyta því. Það er bara 0-7. Því miður. Aftur þurfið að taka James Bond frá. Ég veit það ekki. Sárt, sko. En Ames Bond. En það ekki. Eða bara Bond. Hames. Já, Ond.
Nei, hættum þessu. Við finnum eitthvað. finnum eitthvað sniðut. Skilja. Náttúrulega misgáða að kalla eitthvað aimsbond, sko. Já. Það er eitthvað karri, sko. En það er bara allt misgáðað hér. Hjá okkur allavega. Það er Gutti. Gutti er á síðu. Viktor ætlaði að reyna eitthvað sem að gekk ekkert. Gekk klassið en það bara gekk ekki upp. Nei. Ofvirkur að íhuga að skjóta Gutta hana með vapanum. Hættulegt að grena þegar vinuðin er með molla í hendinni. Hér Blaster finnur einn og feldur Mozart svarar. Opna fraggreikningin, Mozart verður að gera vel, nær ekki að fella Hundsa. Papo. Það er Papo, hann er komið vappa. Pólis Wonder 1-2 núna. Pólis Wonder ætlar að kíkja í hann hér eða hvað. Ég lofaði því að það er eitthvað hvísla í eyrað á hann hvað hann á að gera hér. Papo ískaldur, kíkir bara í gegnum mollan og fellur í mollanum. Allt þess virði, algjörlega. 6-4. Dýrt að missa vappan hins vegar en rándið hins vegar í hús og öll CT-rándin í þessu mappi telja. Tactical timeout tekið af Ármann í þetta skipti. Þeir skiptast á því að róa niður. Já, algjörlega. Bíð búið að virka ákaflega vel fyrir Ármann að mínum mati. Algjörlega, sammála því. En já, ég hugsa... Það verið að reyna að ná miðjunni og þannig. Já, verið að gera það líka djúpt Alobí og spurning hvort það vilji reyna eitthvað meira á B. Þeir vita að kaupið er ekkert frábært FH megin. Nei. Eða kannski spila bara rólegt ránd, klára jútilið hjá FH og vinna eitthvað út frá því. Mozart er digla. Já, það skiptir engu máli hvaða byssu. Hann er með í höndunum, hann er alltaf góður. Hann er það. Já, en Blaster, hann er í vandræðum, Tommy. 1 fragg á honum. Þetta er maðurinn sem við kölluðum eftir. Já, hefur bara ekki gengið vel. Þetta er bara svona meira af leiktíðinni hjá honum. Já, algjörlega. En Viktor hér að vaða út Ramax og menn út Alobí líka. Þetta var gott play. Blaster finnur Gutta, svarar hæl. En vita af 3 leikmönnum núna. Algjörlega, og þeir bakka rólega inn í Alobí. Þeir heyra ekki, þeir hlaupa hann tilbaka. Þeir heyra kannski í þessum báðum leikmönnum. Spurning hvort það vilja hardrót þetta eitthvað. Mozart nær að krækja sér í M4 hér. Ofvirkur heldur línu í Ramax, finnur hann Mozart hér, gerir það ekki. Hásbreytt frá því og Vistar í miðjunni. Rífrökin koma samt inn, vissu af 2 á aðeinu fyrir töluvöru síðan. Og sjá, þeir eru hardrót þetta var að bíða Tommy. Bomban hins vegar ennþá bara stiga. Þeir eru virkilega rólegir. Ég held að Ármann sé ekki búin að taka ákvörðun. Þeir eru ennþá bara að finna, ég finn ekki fyrir neinni pressu þarna, á meðan sjáðu, það eru hlaupaskotin á FH. Þeir eru á öllum, þeir eru bara að hlaupa fram og tilbaka. Þeir hafa ekki hugmynd hvað er að gerast. Þeir eru að fara, svona er þetta hjá þeim núna. Það er bara, eru að fara, ég veit það ekki, bara spilum einn á aðeinu allavega. Einn í miðju, einn á B. Safety first. Það hlýtur að vera, þetta var hver nördalegasti smókur sem ég séð sem að lendir fyrir Ramax. Hundi alltaf inn í hann Mozart, sá hann, ekki hann finnur frakki hér og bomba liggur. Nær hann að lifa, hann nær öðrum í genið smókin. Rótiði með þess að komið hann upp á sylluna, bjóst ekki við honum, tíminn rennur út, nær ekki plantinu. Og fellur hann eftir tíma. Nei, Blaster finnur Hundsa. Þetta hefði verið rosalega fallegt en samt sem áður. Þá eru FH að gera vel. Ég held að þessi smókur hafi ekki gert neitt rosalega mikið gott. Nei, gerði bara illt verð með tíman. Það var engin tími eftir á klukkunni. Það hefði bara þurft að góa. Í staði fyrir að spá ykkur smók, bara gói. Ekkert ves. 6-5. Ármann ennþá við stjórnvölinn en það var mikið lengur. Tekkur, einn famas Galil fyrir ekki auðvitað. Þú voruð þess að ég með Mach 10 og MP9. Já, ég veit ekkert hvort er hvað. Tech 9, Mach 10, þetta er allt eitthvað. Ölur bara. Vissar, þetta var allt í hann. Hann sér heiminn í tölum, gerir +1. Hér allavega hann að Jens Smókin, Gutti feldur. Hann er búinn að vera virkilega góður í þessu leik. Situr á 12 fröggum. Og sér í hendina hann á Viktor sem að hleypur tilbaka með hnífinn í hendinni. Blaster var ekki að fylgjast með þessu. Nei, óheppinn hann á Blaster. Það er að taka fætinn hér við Vargs, við Kraken, fellir hann.
Hvað gengur á í þessu rándi? Restin bomban. Þetta er mistök. Núna Pólus Wonder og Kraken, 2 eftir á móti Papo. Hann með MP9 í hendinni. Hann á milli þeirra. Hann alveg á milli þeirra. Hann veit að Kraken var á B-inu rétt á hann. Hann nær samt að komast í gegnum þristsmókin. Algjörlega hittir á virkilega góða tímasetningu en ekki betri en Kraken. Kraken labbar í baki á honum ískaldur. Þetta ránd var bara Kraken. Já, finnur 2 á B-inu sem að bara átti ekki geta skeð. Báðir með M4 í höndunum. Viktor gerir stóru mistökin, svo hann rífur upp hnífinn og ætlar að hoppa tilbaka án þess að vita nokkuð Ramax. Blaster var líka, sko, hann var að hoppa þegar hann mætti upp úr tenginu. Já, þetta ránd átti bara ekki að falla F á megin. En annað timeout tekið hér fyrir Ármann. Þeir ræða sín á milli hvað er að gera hér. Hundi Mac 10 í höndunum. Sjá, ég er búinn að ná þessu. Já. Ha, rosalegt. Síðan ég veit að öfugt, það væri alveg... Kaupa sig alveg niður. Það eru 4 deglur, 1 famas. Já, ég hugsa að það sé að rétta í stöðunni hér allavega. Vissart gæti refundað stóra armunu sinn og keypt sér smók eða flass eða eitthvað. Þetta er það sem ég elska við reyndar að þetta buy-system sem kom. Þú getur refundað allt, þannig að þú getur aldrei sagt æ, ég misbæði. Já, seldu bara. Já, nákvæmlega. Það er ógeðslega skemmtileg breyting. Ótrúlega skemmtileg breyting. Því að það er alveg mjög margir sem að bara svona ups, keypti með deglu. Það er ekki hægst lengur. Papo fær flassið í gegn. Það er allir með stöpp uppi, en hann næri ekki gera mikið með það. Nei, óheppinn hann að lengi að taka upp degluna. Mozart næra bakkin í þristinn. Pólus Wonder. Hann var afhausað. Mozart, er þetta rándið? Kraken. ætla að halda áfram hér, rífur bara hnífinn, veit ekki af næsta manni Kraken, búinn að finna Mozart eftir 2 glæsileg skot hjá Mozart. Hinsi með grensu fyrir hotnið inn í lobbyinu. 3 á móti 3, þetta er ekki gott fyrir skítur. Vísart millimetr frá því að hitta í haus þarna á Hundsa. Heldur betur 2 á móti 3 núna, bombar ætti að fara niður núna, þeir eiga þristkontrólið. Og það er verið að fylgjast með Heaven, þeir smókuð þristin og hann fer upp þristin. Þetta er skemmtilegt play. Já, vilja eiga þetta djúpt og þá munu FH leikmennin ekki gera ráð og þetta er vesen. Er smókurinn nógu djúpur, kemst Viktor í Heaven, það gerir hann ofvirkur en að missa timing hér. Viktor hinum einu smókinn. Ofvirkur. Blaster 5-7, hann svona grunar ekki Gwend hvar hann er. Eini, hann veit ekkert hvar hann er. Finnur ofvirk hér. Getur gert það óþægilegt fyrir Ármann en ekkert mikið meira það. Já, það er bara hund sem er deglu líka. Já. Ekkert stressa sig. Nei. 8-5. Ármann komnir aftur með kyrfilegt tak á þessum leik. Já, algjörlega. 4 ránd í röð. Og meðan FH, þeir eru eiginlega búin að vera á bakfætinum alveg fyrir byrjun. Þeir áttu þetta sjens í öðru rándi, en síðan bara byrjar að leka rándum frá sér. Búin að eiga skemmtilega rispur samt sem áður. Algjörlega. Þetta er, mér finnst þetta að vera öðru þessi spilastíl yfir FH heldur en hefur verið í síðustu leikim. En svona aðeins meiri svona samheldni í þeim. Já. Þetta er ekki alveg að viltir og þeir voru. Skemmtilegt splitt þarna á B-sæti. Mjög klassíst við það sem við sjáum smóku fyrir City, flush yfir, koma í gennum tengið, en það var enginn úr liði FH sem var eins og nálægt þessu sæti. Nei, bomban komið niður, 5 leikmenn lifandi í báðum liðum og það er bara rólegt yfir. Já, Blaster kom með uspunna sín á City-spónið. Já, skemmtileg staða þarna. Maður heyrir náttúrulega töluvert betur þegar einhver hoppar í CS2 heldur en CSGO. Já. Ég held að sé ekki hægt að silent hoppa í CS2. Ég held ekki. Endilega leiðrétti mig ef svo er ekki. Vissart. Hvernig fer hann aðeins? Hann er bara... Vissart, mögulega. Hann bara eimer. Já. Kraken er það hins vegar líka. Fellið Vissart og bomb... Nei, byssan liggur... Fá ekki að halda byssu yfir í síðasta rándið í þessum hálfleik.
ekkert frítt hér á bæ. Nei, 9-5 fyrir Ármanni í Termap. Skulum ekki glemma því. En spurning hvað FH geta púslað saman í mögulega með nýjan in-game líder. Mögulega. Mögulega kannski. Hugsanlega. Hugsanlega kannski mögulega, já. Mögulega. En Vappi komin á Mozart. Hann að gera sér mat með þetta vopn í hundunum. En hann að fara bara ennþá hraðar. Skemmtileg útfærsla þarna á Pusu, tengið. Að fá eitt fræk og bakka leið. Sniðugt. Ekki að overextenda, ekki að gefa fræk frá sér að óþarfi. Sjáðu júlið sem eftir. Það eitt smókur, ein grensa og flush. Já. Það er ekkert meira það. En koma Ármannsstrákarnir vaðandi inn á B-setti eins og það hafi gert svo oft áður í þessum hálfleik. Mozart búinn að finna ofverkinni inn á smókin. Blaster geti verið í skemmtilegi stöðu til að gera eitthvað ótrúlegt í gegnum smókin. Gera það eins og það ekki. Krakken með Blaster í gegnum smók og þá Papo læstur úti fyrir aftan þetta blessaða tengi. Hér Viðsalt búinn að spotta hundsæðin á sætinu og Krakken upp á sillunni. Það var Mozart og Papo 2 eftir á móti Krakken og Pólus Wonder. Papo núna. Pólus Wonder akkerið sem hann heldur bara stöðunni og uppsker eins og hann sáir. 10-5 Ármann í vil. Algjörlega bara góður hálfleikur fyrir Ármann. Mjög svo. Mozart og Vissart 1-2 sem eru komnir yfir 10 frögg. Hinum einn, það eru allir nema Hundsi komnir þar, en Hundsi á sléttu, 9-9. Já, hann ennþá með sömu mús og síðast, skilja. Hann ekki búinn að breyta neinu núna. Já, hann þarf að breyta ykkur. Já, leið. Bara sensið 0,1 eða eitthvað. Já, eitthvað. Einhverja breytur. Einhverju þarf að breyta. Algjörlega. Og þeir viðast alltaf A-megin FH. Skemmtilegt jútur hérna, smókur í þrist. Held ég alveg pottið að djúpur smókur. Og hérna koma flassin í Albi, Viðsart fremstur í flokki, Glokki hendinni og þeir koma hér. Grenan ekki af góðu helt og nyrði. Pólus Wonder búinn að finna einn leikmann. Bara að spila fór rítekið. Þeir eru 5-5 akkurat núna. Mozart ískaldur reynir í þetta. Hittir ekki neinu skoti. Gera það mögulega hér. Þarna. Þetta það sem við vildu. Finna 2 frögg. 3 eftir á móti 4. Óþarf að brjóta glugga. Það óþarf að skemmtaverk. Vissart finnur hauskotið á ofvirkarna. Vissart komin á 3. Blaster, hann bara í stökustu vandræðum með músina hjá sér. Hvað gengur á? Ég bara veit ekki, hann ekki með eimið á hreinu einhvern veginn. Nei, Vissart hins vegar allt í öllu í þessu rándi 4 frögg á honum. Og já, þetta lítur vel út fyrir FH. Góð byrjun. Virkilega góð byrjun. En þeir þurfa að byggja helling ofan á þetta fyrsta ránd sem þeir vinna. Já, þeir eru að kaupa samt mjög skemmtilega. Þeir eru með 3 AKA og 2 Mach 10. Já. Þannig að þið geta búið til eitthvað skemmtilegt upp á því. Algjörlega. Það eru, já, ofurkvöld til þess ekki að kaupa einu svona armor. Restin á stórum, nema Gutti, hann með lítinn. Mér finnst bara óþarf að segja hann sem lítinn, en já. En ofurkur hefur sparað sér verið vappa. Hérna grenur út, Papo, feldur. Bara grensur þarna. En þetta var maðurinn sem var á Mach 10, skiptir hann mikið höfumáli þótt að hann falli. Ríðsmóki BLB frá Hundsa, hann Nota tilbúinn. smókin sinn, hann veit hann að fara að fá fight. Gutti kemur, close, fire sprayir. Gera þér áður Hundsa, gera þér ekki, finnur hins vegar einn og hér ofvirkur. Búinn að finna einn. 2 eftir, Mozart og Viðsalt, 2 eftir á móti 3. Þetta vesen, Tómi, þetta vesen. Mjög mikið vesen. Mozart þarf að halda þessu. Bomban að fara niður. Þeir eru 3 á móti 1 akkurat núna. Þurfa að taka tækifærið. Stór hættulegt þarna fyrir Mozart að reyna að taka þennan fætt á móti 3 mönnum. Þannig hinum einn. Fyrsti maður feldur. Pólus Wonder feldur. Ofvirkur feldur líka. Viðsalt gera allt hér. Núna Krakken. Jöglar byssum upp og niður. Hann feldur líka. 7. rándið, Tómi. 7. rándið komið en hættulegt varða. Mozart og Vissart bara bjarga þessu fyrir hæð. Já. Sem eru 2 af heitustu leikmörunum á serverinn fyrir FH. Algjörlega. Og eru meira að segja toppfragga serverinn. Já. Það nákvæmlega það sem að þurfti í þessum leik. Mér finnst hafa vantað Mozart og Vissart í síðustu leikjum. Og Blaster.
Já, Blaster bara, hann kominn á nýmjölkuferðinu, sko. Já. Óskum eftir týndu barni. Blaster í þetta skiptið. Já. Þarna sjáður ofvirk í miðunni. Með degli í hendinni reynir að finna eitthvað hér. Vissart búinn að finna krakkin í gennum smók. Snirtilegt setup hann hjá FH. Mjög snirtilegt. Pappo heyrði þessu, heyrði að hann var að pikka upp byssuna þannig að Pappo hendur samt Jútili. Ger ekki til, hann fellir samt hér. Fallegt skot hjá Póli Sonder. Getur hann bætt í. Póli Sonder maður sem búinn að stíga upp í liði Ármanns síðustu tímabil. Búinn að vera svona á uppleið og loksins að sína bara virkilega skemmtilega hliðar í CS. Heldur betur, Vissart nær eins og var ofvirk út og þetta opna miðuna. Báðir leikmennir eru B-megin. Eru þið búin að droppa AK-num? Já, mér sýndist það. Ég held að Mozart hafi droppað sínum AK aftar í B-lobby. Já, akkurat. Þarna var AK-in sem komin í hendurinn á Póli Sonder. Hundi að leita að einhverju. Það er flass þarna yfir. Það er bara bakka aftarlega. 8. rándi fyrir FH. Nánast orðið staðreind. Bomban hálnuð og FH búinn að spila sig inn í leikinn. Algjörlega. Gera þetta virkilega vel. FH úr þessum rándum en næsta ránd mun skipta öllu máli upp á hvernig þessi leikur mun fara. Hvernig Ármann spilir saman. Hérna Hundi fær AK upp í hendunar. Finnur annan leikmann og þetta er alveg dýrt, Tommy. Heldur betur og Hundi lífið meira að segja. En í staðinn þá er Póli Sonder sem fellur. Og allavega að ná að halda einni byssu farandi inn í næsta ránd. 19. rándið að hefjast núna. Leikurinn aðeins meira en hálfnaður. Og FH búinn að taka fyrstu 3 rándin í terr. Algjörlega. Vappa droppa fyrir Mozart og hann er búinn að hitta. Já, verður gaman að sjá hann spila Vappan Persæt í Anubis ofvirkur. Hittir ekki hoppin og hætti bara við að taka píki í miðju. Vissart hann niður í 62. Það er töluverið skaði strax gerður á Vissart sem hefur verið duglegur að loka rándum fyrir sína menn. Algjörlega. Hér spammað smókin í miðju. Engan til að finna þær raunni. Þeir eru konið bara djúpir. Þeir geta eitt öllum þessum kúlum og öllum þessum grensum. Já, við komum framalega núna. Það er ofvirkur. Og Mozart hinum megin. Vissart að gera mistöki. Þarna var hann hausaður. Hann fann fyrir þessu. Já. Heldur betur. Ótrúlegt að AK-in kíki inn í Vappan og hefur betur. Takin af línunni. Já, hálf ótrúlegt. En það er það sem að galdra hérna að gera. Vissart. Já. Hann fær og Blaster alltaf að endrija hér. Þeir eru að fara að henda í X-ekk á hæð. 40 sekúndur eftir á klukkunni. Verðist vera og það eru 2 leikmenn komnir í vörnina. Það er Póli Sonder og ofvirkur. Vappinn í línunni. Leggar þarna fyrsta. Núna er hann í vesenni. Algjörlega í vesenni. Pappo búinn að finna Póli Sonder en ofvirkur finnur Frakier. Þarf að gera meira. Gerir það ekki. Vissart aflífar ofvirk. Og hér Blaster bara ískaldur komið fremst. Reyna hann í meira. Það gerir hann og finnur hann einni Hundi núna einn eftir á móti 3. Mjög aggressífir hérna. Vilja ekki gefa sætið frá sér. Algjörlega. En þetta er virkilega frábært fyrir FH. Hundi tekur fyrsta. Vitum að Viktor er lár en Mozart ennþá með Vappan upp á syllunni. Algjörlega. Og finnur frakkið á Hundsa. Það er 10-9. 1 ránd sem að skilu liðin að núna. Algjörlega. Þetta er ekki sama Ármannslið og spilaði á móti Dusty í síðasta leik. Nei, það verður að segjast. Ekki sami bragur yfir þeim. En samt enginn sem er eitthvað off. Ég hefði viljað sjá þá leið og ofvirku fellur þarna að gefa ekki seinasta fraggi frá sér. Já. Allavega að fara 2 á móti 3 í rítekið. Sammála því. Þú veist, á meðan ofvirkur á lífi, þarna upp á syllunni, þá er þetta ennþá séns. Leið og hann fellur, ok, nei, tökum bara alvöru retake
og gerum þetta saman því að það það sem að þeir voru að gera í Ancient. Þeir voru að spila þetta saman og það það sem að við sáum líka Tension ekki gera. Já, heldur betur. Bara heldur betur. Eða það gerir eitthvað ríteki, gera það saman. Algjörlega. Mögulega eru Ármannsstráin við að ræða það saman hér. Þeir tóku síðustu tactical timeoutið hér í þessu rándi. Ekkert tactical timeout eftir fyrir Ármann. Já, þetta núna líka brekkan hefst núna. Núna þurfum við að fara að landa rándum því að FH, það er að hitna undir þeim. Já, þetta er svona síðasti sjansinn til að trekkja sig í gang fyrir þennan leik. Ofvirkur búinn að gera það doppelzoom í miðjunni, smókað tilbaka eftir að hann fær molla. Við erum samt alveg mjög heiðarlegir með það þegar Ármann eru búinn að tapa 2 gunnarótum. Já. Þeir eru ekki, set ekki í súpunni en þeir þurfa. Það er svo erfitt að vera búinn að missa þetta í 10-10 þegar þú ert búinn að vinna alla vinnuna í fyrri hálfleik. Algjörlega. Og City hálfleikurinn arguably mun erfiðari í Anubis. Já. Arguably, hann bara er það. Hann bara er það. Það er ótrúlega mikið pláss sem Terri. Já. Og mjög auðvelt að róteta á milli sæta. Vissulega City ná mjög auðvelt með að ná þér í bak eða hlið eða hvernig það er hratt rótet en samt sem áður. Það er þetta tengi og miðjan sérstaklega með þetta drop, auðvelt að splitta mappinu og svo framvegis. Algjörlega, þetta er skemmtilegt. Viktor að fake-hoppa fyrir utan Alibi eins og að væri annar að droppa niður til hans. Ég sé þetta áður. Þetta er litlu hlutnir. Já. Þegar ég var að spila deildinni, í Inferno til dæmis, ef við vorum búin að ná banana, þá fór ég upp banana, ég droppaði Glock, þá kemur alveg eins hljóð og þeirra bombuðu droppa. Já. Og oftar en ekki fekk ég 1 eða 2 rótið yfir. Það eru litlu hlutnir sem að svona, er það að bomba það? Já, það er nefnilega málið. Hérna koma þér inn á bíð, Hundsi að taka mót með Famasi höndunum og finnur ekki neitt en Gutti gera hins vegar. Það er að halda tengina það niður en þeir eru að leita og hauskotið finnst þarna. Bombar að fara niður, 3-4. Þeir eru ennþá í yfirtölu í rótetinu. Gutti má ekki falla þarna. Mozart eins og að feldur af Polish Wonder sem kemur í bak Bielobi með Famasi höndunum. Kraken með autoshotgun í rítekinn, það er vesen. Lítur núna einum, það er einn á CT-inu. Þetta er vesen. Papo einhvern veginn lifandi hér, hann er ekki lengur Visas núna 1 eftir á móti 2, Kraken og Polish Wonder að koma. Finnur hauskotið 1 á móti 1, Polish Wonder tekur smókin hana, fer beint á bombuna en hún er byrjuð að tikka. Og tikka mjög hratt. Visard hefur betur nær að galdra þetta fram þarna. Virkilega vel spilaði á Visard, situr á 23 fröggum og hann er á eldi, hann er að bjarga þessu rondi við FH og þetta er tactical time til að láta Ármann sitja í súpunni eftir þetta. Já, þið gerðu allt rétt í þessu ríteki. Já. Það vantaði bara double peakið á CT saman. Já. Bara eina. Algjörlega. Spurning hvernig klefin er Ármanns megin núna. Að tapa svona rándum fyrir öll lið er erfitt. Það er það. Og já, manni líður alltaf eins og bara eru CS:GO-inn að svíkja mig. Bara því að hann hitti þessu skotum, hann fór í eitthvað flow state og bara rústaði okkur annað. Já. Og þegar þú tapar svona trekk í trekk, þegar ég er inn á server þá bara svona ok, þessi leikur bara tapar. Já, það er það sama hjá mér. Það er eitthvað á móti mér. Já. Það er vont að lenda í svona sérstaklega þegar þú ert búinn að gera, allt rétt í rándinu til að vinna það tilbaka og síðan kemur bara eitthvað svona hetja eins og Visard og bara nei, ég á þetta ránd. En Ármann þurfa að gera eitthvað ótrúlegt í þessu rándi til að svona lífga eins upp á þetta. Þá er það Hundsi að leita hér, Blastir og Viktor hinum meginn. Þetta byrjað á einhverju skemmtilegu deiglurándi. Það er einn M4 í höndunum á Gutta. Algjörlega. Það var að finna eitthvað með honum, var að leita en fann ekki neitt skaða. Algjörlega Visard að leita í miðjunni, annar smók, 20 sekúndur eftir af honum. Búið að lengja líftíman og smók í leiknum úr 15 sek í 20. Þetta er Kraken feldur hér. Guttin er ekki að svara. Nei. Þeir voru að spila upp á að þeir myndu fá 1-1 trade allavega. Hundsi falli núna á A-inu og þeir ætla að tanga. Þetta hefði verið stórhættulegt. Polish Wonder með 5-7, það getur
búið til glundróða en ofvirkur, hann nú sæt og þeir veit ekkert á honum, jú, þeir gera það bara víst. Leita á honum, finna hann og Gutti ætti bara núna að leita að halda þessari byssu. Já, hann vil bara fara yfir í Dust 2, upp á sillu, B-sillu og halda. Já, með bara, þú veist, bara alveg beigja sig hérna fyrir framan hennan kassa. Já. Pabo er hins vegar búinn að finna Gutta hér, Gutti nær að bakka. Hann vill ekki svona taka fætið á hópinu. Nei, það er eins og að sé hræðsla. En hér kemur Vizard, BLB og þeir vita nákvæmlega hvar Gutti er og hann er í vesinni milli Steins og Sleggju og Blasters. Fermetrinn. Algjörlega Gutti er hann á að halda þessu. Hvernig er bombur á dífisinn? Vá, Pabo feldur hér, hann nær að lifa þetta af, ná hann að komast á sítispóni allavega, það ekki ájöðu, AK í höndunum. Það er að manúvera hann í kringum. Þetta virkilega skemmtilega að spila hjá Gutta til að ná að lifa með byssu yfir í þetta ránd sem er virkilega mikilvægt og því að peningurinn, já, hann gæti verið í betri málum. 6 ránd í röð frá FH. Algjörlega flawless í seinni hálfleikina. Allt annar bragur yfir þessu FH-liði heldur en í síðustu leikjum. Loksins eitthvað að gerast, allir leikmenn tveir leikmenn onni í FH. Já, það eru 2 leikmenn sem eru að byggja þennan sigur á. Algjörlega. Já, þú veist, langleiðina. Þeir eru komin núna 11-10 yfir á móti Ármann. Algjörlega. Og sko, ég hugsa í síðustu leikjum FH hafi klefinn verið erfiður, virkilega erfiður. Tapleikir eru bara erfiðir. Já, en ég hugsa núna að klefinn FH meginn sé bara í Gutti málum. Aldrei verið betri. Hittir hann á tímasninguna. Nei, Gutti ætlar ekki að kíkja inn í línuna. Ekki í þetta skiptið. Þarna Vizard finnur skaða á Pólis Vondir. Byrjar vel fyrir FH. Já, virkilega vel. Grenan góð hér eða hvað. Já. Blast er tekinni í 39. Þetta virðist vera að þeir ætla að splitta aftur bíð. Já, lítur allt út fyrir það. Bomban komin í BL og bíð. Eitt leikmaður en það er stig að halda pússi að meginn. Þeir eru samt rólegir yfir þessu. Eru að bíða eftir einhverjum mistökum Ármanns. Hendir smók í mollan þannig að það er áhugavert. 12 HP eftir á Blaster. En þetta geti kallað rotate yfir á aðið, Tómi, þessi smók, bara þessi smók. Smókur verið þristi núna og Vizard finnur Pólis Vondir í miðjunni. Þetta einangrar B-sæti, þeir verða bara að halda þessu. Algjörlega Blaster núna. Finnur hann leikmannin hér, Gutti hinum meginn, gerir það ekki ennþá. Þetta er verið að líta út þess að Ármann samt. Hér Blaster feldur núna, bara móðsast og Vizard mennin sem hafa verið að gera allt fyrir FH. Og bara Vizard eftir núna, þeir vita með þess að af honum 6 sekundur eftir, 5 grípur í vappan frá Ofvirk og heldur honum inn í næsta ránd. Ármann jafna 11-11. Ármann gefur okkur alltaf góða leik. Já. Ef Ármann er inn á serverinum, þá er það örugglega góður leikur. Já, ég er ennþá að bíða eftir óvitafleik. Ennþá að bíða því. Samt skemmtilegt að, þú veist, þeir séu færri núna. Já, algjörlega. Það var helviti mikið af óvitafleikum. Það er alveg málið. En, já, sem er samt í rauninni áhugavert að það sé ekki fleiri óvitafleik út í að deildin hefur rauninni aldrei verið jafnari í liðum með við leikmenn. Flassi kemur þetta yfir í miðjunni, krakkinn að fara að grensa hérna. Það er góð, nei, tekur Pabon öðrum 2. Velkomin í CS. Nú með Grenur gera allt eða ekkert. En Blaster og Viktor og Pabo eiga erfiðan leik en samt að gera þetta vel á móti Ármann. Gutti ennþá stendur á því tenginu og feysar krakken, smókur hérna double doors. Já, smókur er góður, tefur FH mikið. Mínúta eftir á klukkunni af 1:45. Það er smókur fyrir tenginu, smókur fyrir miðjunni og smókur fyrir alobínu líka. Núna bara 1 smókur eftir, hann er á Gutta, hann smókar sennilega út Ramax sem hann gerir pottet hér. Það er að segja með auka molla þarna. Já. Þetta er svo mikilvæg staða í þessu mappi. Hún sé búin að róta þetta af bíunni yfir í miðjuna. Og Viktor fer í gegnum smókin og Gutti, hann er inni í smókinum að fela sig, hann fer fyrir aftan Viktor.
Viktor klóra sig í höfðin eftir þetta bara, hvað var? Þeir allavega, Pólis Wonder, hún hann í vesinni, næra molla hins vegar, en út þristinn koma þeir einn inn á, þeir að stoppa þetta, þeir að fara ekki inn í smó. Wow, þetta breakdown! Þetta var double dink á vininn. Og nær Papo líka. Hann ekki hættur. Kraken, hann ætlar ekki að tapa þessu leik, ekki sjens. Þetta var rosalegt. Spreyjar ekki smókinn fyrir 2 dink og með því. Síðan kemur inn í þristinum, fellir hann bara líka. Já. Þetta bara kæfði þá. Já, algjörlega. 12-11, Ármann komnir aftur yfir, vélinn komin aftur í gang, hún byrjaði að hiksta eins og gamli Volvoin hjá Afa, en gæti verið að hann sé komin í gang. Það gæti verið, vonandi, því að þá verður þetta hörkuleikur. Já, hann að fara ekki ennum mollan, doppulmolli, blaster, stendur í honum, Ofvirkur með gott jú til hann að fær backupið líka, Kraken. Allt breiði í gegn. Já. Og hér Ofvirkur feldur, Pólis Wonder hins vegar nær 2 tilbaka, það var Papo með blokk í höndunum, fær ekki neitt. Já, gott að Pólis Wonder náði þessu fröggum með MP9-ni. Já. Það er sko peningur þar. Það er bara Donald Trump kominn í CT-in. 13-11. Þeir voru að klekkjast á þessu stundum Ármann þegar það komu sér hröðu puss í miðuna þar sem að Ofvirkur var að fara að snemma, gerði sér strax grein fyrir því, mollaði, bakkaði, fékk backupið frá Kraken strax í miðuna. Algjörlega. Það var mjög vel hjálpað í vörninni hjá Ármann. Algjörlega, virkilega vel spilað. Og virðist vera sem Ármann hafi náð að setja sig í einhvern gír. Loksins. Þetta skemmtilegt play frá honum með Viktor með Pólis Wonder tilbaka. Algjörlega, Pólis Wonder kom vaðandi út alopið og þeir feldu þar. Sjá hver aftalegir. Það er ekki það neina sjensa, Tommy. Ég skal veðja við þig. Ef að staðan var öðruvísi, Ármann var að taka sjensa. Já, algjörlega. Þór var að taka sjensa. Já, algjörlega. Dusty var að taka sjensa. Þú þarft að taka sjensa. Já, bara 100%. Það virkar ekki alltaf að spila default. Það er hægt að countera, en ef þú ert svona proaktiv í CT þá er alveg hægt að gera ótrúlustu hluti, en ekki þegar þessi skot eru tekin. Viktor búinn að finna 2 og 3 í þessu rándi. Hann segir hingað ekki lengra við ætlum að vinna þennan leik. Wizard og Viktor með öll fröggin í þessu rándi og Kraken mútti bara halda byssunni. Já. Með smoke, molla, M4, armor. Hann hefur enga leið til að vinna þetta ránd. Nei. Og þá ætti 12. rándið að vera komið fyrir FH. Ef við kíkjum yfir peningin hins vegar, Ármanns megin, þeir eiga kaup. Eiga kaup og... Hvað með í gráður hérna? Vonandi ekki Kraken, hann er með 73 ára reynslu í CS og finnur frakkið út af því. Hendi smókur í vatn, það er áhugaverð. Papo, hann finnur hins vegar frakkið. Já, algjörlega 12. rándi komið í húsir FH og þetta er hörkuleikur, Tommy. Þetta er back and forth stemmingin. Ég ætla meira að segja þessi 2 frögg sem að Kraken er hana. Já. Þetta er mun betra fyrir þá heldur en FH. Já, 100%. Þeir eru 2 byssur frá þeim, þeir eru alveg tómir á pening. Já, algjörlega. Ef að Ármann vinna núna þetta ránd, þá eru FH í vesinni. Reynsluboltið hann Kraken. Já. Mozart, vappi í höndunum, horfa á Ramax, þar er Gutti. Alltaf búinn að spila sömu línu, bara passífur, rétt að jiggle-píka hvort hann sé komið nálagt. Já. Wizard getur challenge það. Sittur bara inn í smóknum, í miðjunni, í glugganum. Wizard í glugga, það er... Þetta er... skemmtileg setning, svo sem. Wizard í glugga, það er partí. Það er partí. Hvað? Hvað er hann að byggja? Er hann að byggja flash? Já, ég hugsa það. Flash kemur hann að Ofvirkur eins og með línu í miðjunni. Annar flash sem kemur í miðjuna. Störblindur og bakkar inn í Faró. Smókur kemur með hann sem lokar hann algjörlega af Wizard. Aðeins að láta heyri í sér hann í miðjunni, en hann er al-einn. Algjörlega bomban í stiga á samt 2 öðrum. 3 þar til staðar.
og oftar en ekki þá var A-rándin hjá FH virkað langbest. Spurning hvort það alltaf að reyna það aftur. Smók út faróinn hér. Getur splittað því, vitur hún að vappanum. Góðu molli til að hæja á. Þrír hérna í miðjunni, FH-drengirnir, Viktor, Vizard og Papo. Viktor Feldur, það voru Papo og Vizard. Og þeir bakka beint yfir á bíð. Þetta er ekki gott. Vizard, Feldur, maðurinn sem er allt í öllu á FH. Papo hér kemur út, flassið virkilega gott, hundið störblindur og hann er Feldur og það er alltaf falla ármannsmegin hér, Kraken ofvirkur núna 2 eftir. Já, fyrir að finna fröggin hérna, en hér kemur rítekið. Kraken æðir hérna út, en smókurinn er bara fyrir. Hvað ætlar að gera hér, Jón? Það var vilt og trillt, þeir halda byssum 100% úr þessu, gefa þeim 13. rándið og ég get ekki undirstrykað nógu mikið hvað þetta var mikilvægt ránd fyrir FH að vinna, því að ef að FH hefði tapað þá hefði verið alveg í súpunni í pening. Já, sammála því. Og þá hefði þetta sennilega orðið 16-12 leikur, sennilega. Já, ég er sammála því. En FH að gera vel, lifa 3 sem er einnig mjög mikilvægt. Lifa 3, 13-13 og við tökum eftir því að það er Gutti á nóg. Kraken og ofvirkur eiga eiginlega ekki pening til að droppa ykkur frábæri byssu frá sér. Nei, mikið væru til að eiga timeout núna, Tommy. Já, það væri helviti gaman. En Ármannsdrengirnir er duglegir að taka timeout sem er bara virkilega sniðugt. Ég hvet alla til að nota timeoutin. Ná að dreifa þarna byssum á milli sín og allir með mjög gott kaup. Police Wonder var að taka hana fama sinn, en svo sem ekkert nýtt. Nei. Ekki nota þetta búst. Gæti fengið eitt gott fraggarna, en það er enginn einu svona nálagt. Nei, nefnilega ofvirkur búið að íta honum aftar í alobíinu. Hann er með vappan þar í höndunum. Hann aftur með línu. Verður að leita að einhverju með vappan til að gera þetta ránd mögulegt fyrir Ármann. Hann getur opnað ótrúlegur fyrir ránd, ofvirkur. Já. Vizard heldur áfram að leita í miðjunni sem hann hefur gert síðustu ránd. Góð grensa þarna, Vizard kominn hálft HP. Virkilega Mozart, hann er búinn að vera rosalega passífur á appunum. Það er bara gengið frábælega hjá honum. 22 frögg á honum og hann er bara sáttur. Já. Ofvirkur núna að fara að lenda í vesni, sér mannin hér næra bakka og lifa. Já, þetta var svona tvísýnt í smá tíma. Þetta var svona öryggis uppspurstrey til að bakka. Svona ef þeir koma þá er ég að hæja á þeim. Já. Og Sart mólaður út og Daði verið að klára allar heimsins kúlur hann í miðunni. Skiptir þú mikið máli, þú ert Vizard, þú getur alltaf töfra hann fleiri kúlur í hann AK, það er ekki það. Og hér koma þér vaðandinn á æð og Gutti. Hundi þarf að taka hann á stóra sínum en nær bara einu rífraggi, en hérna kemur backupið Kraken. Verður hann á einu með viðbót til að gera þetta auðvelt fyrir Ármann. Aftur dúóið sem að endaði senasta ránd á því að halda byssum. Sömu byssur í höndunum, nánast M4 í senasta rándi, AK í höndunum á Kraken núna, vappi á ofvirk. Miðað við hvað Kraken er komið langt. Er það gerlegt ránd, Tommy. En Papo í virkilega góðri stöðu hér sem og Vizard. Kraken búinn að klíra þetta djúpt. Vizard núna finnur frakkið og bæði! Vizard með spray-transferið. Klárar þetta og krækir í 14. rándi fyrir FH. Jón, þetta var fyrir 30 bombunni hjá Vizard. Ó já, Vizard, hann er á eldi, Tommy. Þetta er maður sem við höfum kallað eftir leik eftir leik eftir leik eftir leik og höfum ekki fengið nógu mikið frá honum fyrr en núna. Hann er bara að vinna hann leik fyrir þá. Já, bara 100%. Hann og Mozart er að tæja hann leik og siglun. Viktor átti samt eitt alveg helvíti gott rándana. Já, kom FH aftur inn í hann leik. Það er gott kaup á Ármann núna, svona passív kaup. Þeir eiga nóg til að krækja í overtime þarna. Algjörlega. Ég var ekki kynna að þeir ná að íta þessu 30. rándi hér í hag. En þetta er þetta típiska deglurán, Tommy. Þetta gæti verið nákvæmlega það. Gæti verið, það spila margir saman þarna. Krakken á autosökkun í þokkabót. Stórhættulegt. Og
Ósagt að taka smá skada, ofvirku líka. Hausaðar að hann yfir 31. Gutti búinn að spila í sömu stöðu allan leikinn í tímiðin. Hann með bara nákvæmlega hvað hann veit standa og þetta rosalega favoritable fyrir Gutta. Það akkurat þessi staða sem hann í þarna í stiganum. Viktor fellir hundsa hér og það lítur ekki vel út fyrir Ármann því að við sattum búin að sigla inn Gutta líka og næsta manni Pólisvondir, hann felldur líka. Það voru Kraken og bara Kraken eftir með autosjótkunni hundunum og hann búa til pening, Tómi. Já, það einhvern veginn að gera það nær fyrsta Vissard. Það AK í henduna líka, hann ætlar ekki að taka hana, hann vill búa til pening, Tómi. Þetta var staða. Ef hann nær þess, ég trúis ekki! Kraken! Það næsti. Papo nær að slökkva í autosökkuninu þarna. En núna þurfa Ármann 2 ránd í röð til að sigla. Ellega eru þeir búin að tapa leiknum. Á móti FH. Á móti FH. Sem að ekki allir gerðu kannski ráð fyrir. Sennilega ekki margir. Nei, ábyggilega ekki. Það einhverjir sem að settu eitthvað á að Ármann myndi sigra þetta. Já, mjög líklega, mjög margir og það bara keisla Tómi hérna, þeir ætla bara að klára þetta. Ekkert vesen, keira aðeins til að loka leiknum FH. Mun að virka hjá þeim. Ofvirkur á vappanum, hittir ekki fyrsta skotinu, smókurinn niður, getur spilað í kringum hann, spreyir. Það bara einfallega gengur ekki, ofvirkur grensaður og þá eru þeir 3 eftir. Það eru 500 HP leikmenn FH eftir og þeir eru bara að sækja fröggin. Þeir vilja ekkert meira en að sigra þennan leik, Tómi, og það lítur bara nákvæmlega þannig út. Gutti einn eftir með vappa í höndunum á móti 4. Finnur hann fyrsta, það ger hann ekki. Blaster lokar þessu og þar með 16-13 sigur FH. Vá, þvílíkur leikur. Þetta var svona eiginlega hinn fullkomni síðastleikur. Algjörlega back and forth. Náttúrulega Ármann komast í 10-5 hálfleik. Sér bara ekki söguna meir. Já, í rauninni. Þeir taka 3 rándi seinni hálfleik, strengja þau saman, en síðan bara einhvern veginn var þetta bara Vissard sýningin. Já, algjörlega, ég ætlaði að fara að segja. Vissard sjó, algjörlega, þvílíkur leikmaður. Törmaður. Vá. Ég bara, þú veist, í fyrri hálfleik þá var ég bara, Ármann að fara að vinna þennan leik bara nokkuð þægilega. Leit hann út, já, þeir voru bara að gera góða hluti, termin, þeir voru augljóslega konu með bara númerið hjá þeim, en CT-sætið hjá Ármann bara einfaldlega hélt engu. En það líka virkilega erfitt þegar Vissard bara að drepa allir hérna smóka og skiptir engum máli hvar þú ert, Vissard finnur þig. Þeir reyndu að adjusta og bakka aftar í miðina og spila með 2 þar og 2 B, 1 á A, en það bara einfaldlega virkaði ekki. Vissard augljóslega bara með númerið þeirra, en liðið augljóslega að spila bara ágætlega vel. Já, en náttúrulega eins og ég kom inn á fyrir leik að breytingar innan liðsins að mér skilst að Viktor sé búinn að taka við in-game leader hlutverkinu frá Blaster. Finnst þér svona hlutir gefa liði sem að hefur kannski verið að underperforma örlítið, gefa því dálítið byrjundu báða? Já, klálega. Sigur á móti Ármann alltaf sigur á móti Ármann. Það risastórt, sérstaklega FH, í þessari stöðu sem FH eru í. Já. Þeir eru ekkert í draumastöðu í deildinni. Nei. Og eru að gera lífið virkilega erfitt fyrir Ármann hér. Þeir eru núna konu með 4 sigra. Já. Sem þýðir að þeir eru konu með hversu mörg stig? 8 stig. Reiknivélinn. Lengi. Ég er ennþá í kastergírnum. Ég er ekki komin í algebrugírinn. Já. Algebran sko. En þarna vissulega, þú veist, þeir gera þarna ákala vel, búa sér til sigur og meira segja koma, bara comeback-leikur. Já, bara 100%. 10-5 undir. Það lítur ekkert vel út, en endar síðan 16-13. Ármann bara sá ekki til sólar í þessu leik. Já. Við skulum skoða stöðutöfluna og sjá hvernig þetta stendur eftir kvöldið í kvöld. Og við sjáum vantarlega Dusty á toppnum með 12 stig. Ármann náðu ekki að fylgja eftir og koma þeim við hlið með 12. En Þór
eiga séns á því á fimmtudaginn. FH hins vegar komast hérna í 5. sæti. Já, algjörlega. Sín 8 stig. Atlantic í því 7. IA í því 7. Saga og Breiðablik í 8. og 9. og IBVF ennþá á botninum með 0 stig og það er spurning hvort að við eigum dagskrána fyrir 5. því að bróðurparturinn af þessum liðum er að fara að spila þá. Já, algjörlega. IA Atlantic. IA eru bara búin að sína góða takta. Spurning hvort að Hósiti mætir eða ekki. Já, ef að Hósiti mætir eins og hann gerði í síðasta leik, guð blessi tensjón því að nei, Atlantic fyrir ekki því að Atlantic þeir eru ekki búin að spila vel. Þór Saga, Þór búin að eiga bara frábæra síðustu leiki og Saga áhugaverða leiki. Upp og niður. Mjög upp og niður. Og stundum búist við ekki við neinu að þeim og þeir gera frábæra hluti en stundum búist við að þeir hangi í liðum og gera það einfallega ekki. IBVF Breiðablik. IBVF bæta við sig K-Dot í rostinu sinn og það er spurning hvort að hann sé að fara að spila þá í loka leiknum. Á móti 2 nýjum leikmönnum Breiðabliks. Já, og Blikar losa sig við Kidda Disco og Mindigris og Topaz og Varucci væntanlega að spila leikinn. Þannig að það verður skemmtilegu svona áhugaverður breytingaleikur, þessi loka leikur. Annars er þetta 2 botliðin sem að eru svona berjast að einfallega detti ekki beint niður eða fara í umspil. Algjörlega. Eins og staðan núna allavega. Algjörlega. En já, þá held ég að við köllum þetta bara gott, ekki gleyma að við verum aftur á sama tíma á 5. klukkan korter yfir 7. Ég og Jón á kantinum að lýsa 3 geggjuðum síðastleikjum. Takk fyrir kvöldið.